Já, góða kvöldið árið góðir og verið velkomin í K.A. TV. Hér einn af stærstu blækleikjum ársins að byrja. K.A. Hamar í undanúrslitum Íslandsmóts karla. Leikur 2, því það ef að K.A. vinnur hér í dag, þá fyrir þetta innví í 8 leik. Annars K.A. lið komið í sumafrí. Þannig að það heldur betur allt undir hér í kvöld. Og til þess að einmitt sína þessu leik alvöru virðingu, þá fengum við alvöru kanónu með okkur í lýsinguna. Jóna Margrét, gott að fá þig aftur. Já, takk fyrir það. Og gott að fá þig aftur í K.A. Emily. Já, mjög gott að koma aftur heim. Hegi? Jú. Já, eins og þú búin að spila á Spáni í vettur, en samt væntanlega búin að fylgjast þokkalega með deildinni, ekki? Já, jú, ég er búin að vera að fylgjast með. Og ég held að þetta verði mjög spennandi leikur í kvöld og ég vona að það verði svipað level og var í bikarnum einmitt í undanúrslitunum. Já, algjörlega. Það var líklega bara einhver skemmtilegasti allavega karlablækleikur sem ég sé bara í mörg ár. Já, ég er mjög sammála. Það var virkilega góður leikur. Algjörlega. Þannig að já, vonandi fáum við veislu hérna og fólki að streyma inn, þannig að vonandi verði líka fín stemning á pöllunum. Já, við skulum vona það. En já, kíkjum aðeins á lið gestana. Þar nummer 2 Ástríðs Bukowskis, 4 Kristján Valdemarsson, 6 Sigurður Kári Harðarsson, 7 Tómas Leik, 8 Hafsteinn Valdemarsson, nummer 10 Tamas Kaposi, 12 Damian Sapor, 14 Valgeir Valgeirsson og 30 Rafal Bervald. Þjálfari Tamas Kaposi einnig. Þetta er bara hörkulið sem þú búin að vinna allt síðustu ár fyrir utan Íslandsmeistaratitilinn í fyrra. Já. Þannig að já, þetta, eins og ég segi, vonandi fáum við hörkuleik. Já. En eins og ég ætla að þau sé alltaf mikið af þessu Hamarsliði undanfarin ár. Og svona K.A.-liði hefur verið meira svona upp og niður, sérstaklega í vettur. Já, ég myndi að segja, sko, Hamarliðið er svolítið stabílt bara og spilar yfirleitt sinn leik. Og meðan K.A.-liðið er svolítið mikið upp og niður, það getur verið á svipuðu leveli og Hamar og bara spilað mjög vel, en á samtíma getur þið líka bara, tapað á móti næstu liðunum í deildinni. Já. Þannig að maður eiginlega veit aldrei fyrir að leikurinn byrjar, hvernig. Já, jafnvel ekki fyrir þriðjur hérna, þið tapa mjög á fyrstu 2 og svo byrja þið. Akkurat, já, þeir eru aðeins hittur. Já. Það var eitthvað að fara yfir uppbytununa. Hvort þessi Gíu og Júlíu að kenna síðustu ári, veit ég ekki. Nei, maður veit ekki. Það var eitthvað að fara inn í þetta. Nákvæmlega, en kíkjum snögt yfir K.A.-liðið. Númer 1 Antoni Jan Súravski. Númer 2 Pedro José Lozano Caballero. Númer 3 Miguel Mateo Castrillo. 4 Hákon Magnússon. Númer 6 Birkir Freyr Elvarsson. 7 Mateusz Jelinevski. Númer 8 Óskar Fernández Elís. 9 Strafko Kamenov. Númer 10 Hermann Bíring, 13 Gísli Marteinn Baldvinsson, 14 svo Kristján Már Árnason, 18 Kristófur Magni Magnússon og aðstoðarþjálfari Júlía Boney Carreras. Mér sýnist að allt vera klárt hérna fyrir þessa veislu. Hvað segir Jóna, heldur við sem að fara í 5 hrinnu leika? Já, ég allavega held þetta verði spennandi leikur. Ég held að það séu nokkuð vel stemdi fyrir leikin og svona, þannig að ég trúi ekki öðru. Já, þessi fyrirleikurinn fór 3-0 í Hveragerði. Það var svona típist K.A. Þeir voru slakir fyrstu 2 hrinnunum. Já. En svo náður ekki alveg að koma tilbaka í þriðju, en það var allavega þeirra yfirbura hrinna. Já, akkurat. Já, þessi vinnir. Og talandi um yfirbura hrinnur, yfirbura leikmaður hjá K.A. Miguel Mateo Castrillo, hann með fyrsta stigið. Mikið sjokkir þar. Nei, ekki mikið. Ennþá þessi leikur sem að spilaði í Hveragerði í fyrra. Skoraði eitthvað frá 43 stig ef maður rétt. Já. Ótrúlegu kappi. Þessi er úti. Já. Maður er allavega ágætlega skynsamur upp fyrir hinn og er ekki að pressa allt og mikið upp hjá honum. Já. Bara að setja þær inn, þú veist. Já, K.A.-liðið hefur aðeins dregið úr uppgæða mistökum. Þess að kannski heldun. Já. Nákvæmlega, fín hávörn. Og hávörðin áfram góð. Nú kemur boltinn upp á Óskar. Já. Single block og hann er eins gott að nýtti það. Já. Það sem ég er ennþá svo fyndið að Óskar hafi byrjað tímabilið sem líbero hjá okkur. Já. Af því að hann er svo ótrúlega öflugur þegar hann fær sína sénsa eins og þarna. Akkurat.
Hann fann að pressa meira. Já. Já. Og þetta er frábærlega slegið. Ekki nema vona að hann fór að skora allavega tómik leik. Já. Búinn að vera yfirbyrða bara allavega mjög góður í vetur í deildinni. Já, heldur betur. Og einmitt, svona helsti skorarinn hjá Hamar. Já, akkurat. Og ef þeir ætla að vinna í kvöld þá þurfa þeir allavega að reyna að stoppa hann sem mest. Já. Sammála því. En hérna klikkar svo fyrsta uppgjöfin í leiknum. Þetta er fín byrjun á KA-liðinu. Já. Smá svarið eftir að maður skjóta og þeir byrja alltaf í þriðrinu. Æ. Það er enda klikkar Gísli Marteinn. Já. Gísli er búinn að vera rosalega on-off í vetur. Ég held ég búinn að segja einhverju einu stúdísendingu. Já. En Gísli er mitt eini fulltrúi Karlaliðs KA í liði ársins. Já. Ótrúlega flottur eftir að hann skipti í að spila miðjunni. Já, það er bara ótrúlega hvað hann fann sig mikið þegar hann breytti yfir í miðjuna. Algjörlega. Hérna þetta klikkar Hermann Býringi. Ég ætlaði að fara að hrósa Hermanni líka fyrir sinn leik í vetur. Þeir voru báðir á topp 5 yfir flesta blokkir í deildinni. En segir okkur það að miðjan er búin að vera mjög öflug hókur. Já, akkurat. Matteus upp á Óskar. Svolítið tæt. Já. Þetta er erfitt gett svona hárri blokk. Já, við þurfum alltaf að vera aðeins meira á tánum í cover ef að, það var svo rosalega nálægt, það var ekki við öðru að búast. Já. Með líka svona háa blokku. Það er lítið hægt að gera í þessum. Já, sammála því. Það er bara að vera bananabolt út í horni, það ætlar auðvitað að verjast í hann. Já, það er akkurat. Jæja, klikkar aftur uppgjör. Já. Já, KA-lið tekur því, eins og ég alltaf mjög mikið fyrir KA helst að taka fyrstu hrinu. Það er rosalega erfitt í leik sem þú verður að vinna. Já, það er svolítið erfitt að lenda undir í. Þegar þú ert fyrir með bakið við vegg og... Já. Þessi bolti bara út. Þessi út, já. Já, sjáum aftur hérna smá brasa móttökunni og þá verður þetta alltaf allt miklu erfiðar í kjölfarið. Og það er eitt sem að KA hefur ekki styrkt mikið í vetur eftir að Matteus Jelinevski kom aftur í líberóstöðuna. Þetta er bara einhver besti líberó sem ég sé allavega á Íslandi. Alveg saman því, já. Ég veit ekki alveg hvort þetta var heppni, en náði honum upp. Ég er einhver sem er nógu klókur í þetta, þá er það Strakko. Já, einmitt. Já, vel gert. Kemur svo Petró með höskubolta, en hann er út hjá honum. Rétt úti. Þarna sjáum við fína hávörn hjá Hamarsmönnum og þeir ætla að byggja sinn leik rosalega á góðri hávörn. Allt til að hafa Hafsteinn og Kristján þessa risa tvíbura þarna. Já, það er ekki verra. Já, þú ert aldrei laus við hæðina. Það skemmir ekki við það. Aldrei laus við hæðinu blokkinu. Nei, akkurat. Það kemur Óskar, blokkaður út. Já, vel gert hjá honum. Vel gert. Skynsamlegt. Það er líka eitt sem ég finnst að Óskar vera búinn að gera meira og meira. Hann er farin að lesa meira í blokkina. Já, farin að vera svona aðeins meira skynsemi en ekki bara bomba og vona það besta. Já. Sérstaklega á móti liði eins og Hamar þegar það er svona háblokk þá er bara mjög mikilvægt að vera skynsemi. Já, algjörlega. Og talandi háa blokkir. Þarna er Kristján Valdi og svona ansi hátt uppi. Hér er sitt fyrsta stig hérna. En þarna var líka mjög góð móttaka og þá ætlaði að ferða oft þess að hraða að spila miðjuna sem að einmitt erfitt að verjast. Það er líka svo erfitt fyrir miðjuna að ákveða þeir svona góð móttaka hvort þeir verður bara að vera miðjuna eða út að kanta eða hvað. Já, sjáu þessa vörn. Þetta er Matteus í S-inu sínu. Já, fín vörn hjá Strakko, bóttum sér upp á Matti og af hárninni þeir bjarga þessu. Já, þetta er bara rist. Og fín hárið KA-liðinu og... Já, hann fór yfir línuna inn á vellinum. Já, sjáum þetta aftur hérna, en sko það er alveg karið fyrir báðum liðum. Já, ég var að segja, það er búið að vera að berjast mikið. Það er gaman að sjá. En það
með fullri virðingu fyrir öðrum liðum í deildinni, það er svolítið verið búið að tala að þetta sé jafnvel úrslita einvígið. Já. Reyndar, afturhelding búin að vera mjög góður í vetur og komin í lokaúrslit. Já, það alveg rétt. En það náttúrulega líka svo margir líka búin að meiðast eins og já, afturhelding og svona þegar leið á tímabili, þannig að eins og með Káa það voru svo margir meiddir í byrjun tímabils, þannig að það er líka megin ástæða fyrir okkur þeir voru ekki í Efri Kross. Einmitt. En svo ætlaði eins og segja líka, Káa-lið á sínum degi algjörlega í hörku anstæku fyrir Hamar. Það nefnilega málið, sko. Það bara eiginlega svolítið leiðilegt að þeir ná ekki alltaf að performa eins vel og þeir geta. Já, þetta röng uppsetning hjá Hamar. Já. Þetta svolítið dýrt stig. Já, mér finnst líka oft til að ennþá klaufalega að vera með ranga uppsetningu í sókn. Já, ég sammála því. Já. Þeir taka þessu eðlilega, enda svo lítið hann hægt að gera. Kemur Petró fyrir Káa, 9-7 staðan fyrir Káa, áfram fín byrjun. Þá akkurat klikkar uppgjöfin. Það kemur Kristján Valdimarsson. Þetta endar á Matteo með þetta var reyndar mjög klókt hjá honum. Sá hann var alveg gatandi í miðunni og nýtti sér það. Já. Þetta einmitt líka kostur við Matteo að hann bara svo ótrúlega klókur og margættur í þessu. Hann mjög klár í sókn. Og náttúrulega, þjálfari ársins enn eitt árið. Alla kvennamegin. Já. Akkurat. Og hér kemur svo mögnuð singulblokk hjá Óskari og hann er döðu bregður við þetta. Já, hann leita hana en tekst að blokka þetta. Það var frábær móttaka. Heldur betur. Þessi bátur út, skoppar á netinu út. Já, Káa hennan. Það er aðeins að falla með Káa núna. Komið 3 stig í röð. Þetta er fáránlega vel gert. Mjög vel gert. Erfitt fyrir Gísla að lesa hvort hann eigi að fara að vera á hastinni eða fara út á kantinn. Einmitt. Þetta finnst með Hamar oft gera rosalega vel. Já. Það er reynilega feiki góðir. Já. Þá aftur klikkar Demian í sinni uppgjöf. Klikkar báðu uppgjöf í dag. Já. Já, Gísli klikkaði á hann, það gerir hann núna. Þessi hefði verið sniðugur ef hann hefði farið þarna stuttu. Þá hendum við, þetta var góð hugsun. Já. Það er eiginlega versta hrós maður getur fengið. Já, eiginlega. Það er svo vond, já. Já, kemur Tomek Leik. En Mattius með þetta hreinu. Og Petró af hárninni. Verðast þessu fínt. Afturljú smass og strafkóð. Þetta var ekki alveg nóg skemmtilegt hjá strafkóðan. Já, ég vissi ekki alveg hvað hann ætlaði að gera þarna. Nei, hann var svolítið langt í burtu frá netinu. Já. Og 3. stig á Tomek Leik þá komið. Eins og segir, það er leikmann sem Káa þarf að ná að halda í skefjum. Já. Bjargar þessu. Svekkjandi eftir góða björgun að koma boltanum ekki yfir. En Káa svona búið að hafa ágætist taka á þessu. Hamars hefur vissulega náða minkandi þeir í 1 stig en aldrei náða að jafna. Já, nei, þeir eru alltaf svona að skrifa undan. Það er mjög jákvæmt. Það kemur Stravko Kaminov. Fít bolti og
þessi bolti Þetta fór í Já, spíruna. já, spýruna. Ég ánægður að þetta sé að taka við. Káa þá liða með 4 stigum. Það er nú. Já, og kannski smá ágefni hjá Hamarsmönnum að smössur út í og stöðin hafa ekki alveg verið ganga upp hjá þeim. Mitt. Þá er alltaf að hafa góður. stóra miðjumann. Nei, akkurat. Já, frábær verður þetta líka. Þessi bolti á hárunni Þetta er mjög á akkura kemur stigur vel gert, stígastöðinni. já. Hann hefur greinilega heyrt í okkur. Já. en já, eins og segi, mér finnst það rosalega flottur svona baráttu andi í báðum liðum. Já. Og það eru, já, koma svona alveg ágætis ralli hingað til. Strafkó upp á Óskar, Óskar blokkaður en Mattius mættur undir að sjálfsögðu, kemur svo Óskar aftur og núna hárinn út, klókur. Sjáum þetta aftur, fín blokk Mattius á hárréttu stað eins og svo oft áður, það er Óskar bara sinnsinn aftur. Virkilega vel gert. Aftur 4 stiga munur. Og þetta missaði móttökunni yfir og Petru var það að refsa en frábær vörn. Heldur betur og þeir bjargaði þessu aftur. Sensing hjá Káa núna. Boltinn á Matteo, wow. Vel gert, vel spilað. Já, slæðir þetta línu fullkomlega. Og þrátt fyrir að þið séu ágætlega staðsettir þá var ekki séns á að stoppa hennar bolta. Þá tekur Tamas Kaposi í fyrsta leiklið hérna fyrir Hamarsmenn. Já, ég var einmitt að hugsa hvort það væri ekki komin tíma á leiklið hjá Hamar aðeins að ráa leikið niður. Já, algjörlega. Það finnst mér finnst það svona Káa-liðið að vera aðeins að skilja sér betur frá núna. Já. Já, samt svolítið fyndið að pæla í stigaskorunni. Káa er bara með 2 leikmenn sem er búin að skora stiga. Það er Óskar með 5 stig og Matteo 3. Já, það er reyndar. Talsvert meiri dreifing hjá Hamarsmönnum. Já. En svo sem það er svo sem stutt í held ég að þetta fara detta fyrir Petru og hann er búin að aðeins að hóta þessu. Og svo náttúrulega er þetta líka með Gísla og... Já, það er eftir að spila aðeins upp á miðurnar. Ég held að Hermann sé eiginlega bara búinn að fá 1 uppspil og Gísli ekki neitt. Já. Það áttur að koma. Já, það kannski kemur með betri móttöku. Já, akkurat. Reyndar samt sem hefur aðeins loðið við Káa-liðið í vetur að miðurnar fengið svona bolta fyrstu 10 stigunum og síðan eiginlega ekki söguna meir. Nei, ég reyndar skil það stundum. Já. Fer eftir stuðinu kannski. Ef Gísli er í góðu stuðu þá skil ég það ekki en... Já. Þessi bolti dendir inni. Þú voru ekki alveg sammála línuvörður og Sævar hérna en ég er svo sem skil Sævar hérna. Hann er alltaf sem línuvörður þá eftir að taka skrefið frá þegar boltin dettur hérna. Já. Þannig að hann bara treystir sínum eigin augum. Já. Þetta var hins vegar mikið að stig fyrir Hamar. Já. Tóma Gleik með magnaða lögnu. Vel gert. Mjög vel gert. Já, það er sko 3 í hárunni, þá hlýtur eitthvað svæði að vera laust. Já, það er alveg svoleiðis. Og Tómek minkar við 17-14, 2 stig í röði á Hamar núna. Flott móttaka og Matti á færin aftur og hann skora. Þarna var Kristján Víðsfjarri og nýtti sig það. Já, vel gert þér Storkó. Já, og sér að Kristján tekur skrifið til vinstri en það var kolrant hjá honum. Já. Það missaði boltan yfir og þetta er svo frábærlega gert hjá Damian. Þetta er kannski ástæðan okkur Gísli er ekki að fá fleiri bolta. Já. Gísli er svo sem vanur að njóta sín besta föstaskvöldum. Já. Æ. Smá illt í hendur.
Eftir á leikið við sérstæðlega það, ég held að fá boltan svona fastan og óvænt í hendina. Nei. Það er svo honum að kenna að vera svona stór. Já. Þessi bolt er út. Já, búið talsvert mikið af uppgjafarmistökum núna í þessari fyrstu reynu. Já, sjáum þetta hérna, það er 4 á lið, þannig að það er 8 uppgjafir. Með það við mikið senst á síðan einn ás, þá er þetta mikið af mistökum. Já, og líka, þú veist, bara hálf fyrsta reyna búin, 8 stig á henni. Já. Það er hann alveg Gísli boltan, en þeir ná að verjast. Já, það er fín hávörn og... Já, vel gert. Strafko, upp á Matteo. Áfram fín blokk. Hann fær hann aftur. Áfram fín blokk. Hann fær hann enn og aftur. Og ítir hann á langum. Ói, aðeins svo langt. Þetta er á langt frá honum, já. Heldur stökkur á það. En það sér þess að, þó þessi ekki að fá blokkstíðin í Hamar, þá er þetta samt þetta dregur úr mönnum. Já, einmitt. Það dregur mikið úr manni þegar alltaf er að blokka mann aftur og aftur og aftur. Algjörlega, og þeir með líka eiga það að þeir lokuðu hrikalega vel á Matteo í Hvergerði í fyrirleiknum. Já. Þannig að, já, það eru kannski búin að finna einhverja lausn á Matteo sem að þeir fyndu ekki í fyrra. Já, akkurat. Það er svolítið erfitt ef að hínir leikmenni stíga ekki upp ef það er búið að loka Matteo, þannig að... Já. En svo á sama tíma líka alltaf byggja þetta ekki svolítið á því að uppspyrarinn hafi líka þori að setja boltana á fleiri. Það er horrið. En ég held líka að ef það er einhver leikmær í liðinu sem er ólíklegur að vera tekin út af, þá er það Strafko, en þó að Matteo sé þjálfarinn líka þá. Akkurat. Svo náttúrulega kærastan hans Strafko aðstöðarþjálfari, en ég held að sé nokkuð safe að vera inn á. Já. Áfram með smjörið, kemur Kristján hérna. Þetta er fín hjá Matteo, kemur svo sjálfur og enn er hann blokkaður. Þeir eru svolítið farnir að lesa núna. Já. KM, og þeir þurfa aðeins að fara að breyta eitthvað til. Þetta er samt svolítið erfið staða þegar að Strafko komið fram. Já. Samt með Gísla og Matteo frammi, þannig að... Algjörlega, allavega... Hljóta getur fundið einhverja lausnir allavega. Alveg spurning að þó að móttakann sé kannski frábær að setja kannski boltan á Gísla, en það kemur ekki, en Hán Laxins næður að klára þetta. Ég held að Matteo sé alveg þokkalega létt. Já, ég held það líka. Nær loksins að sigrast á þessari hávörnuna. Já. Já, reyndar frábært blokk þarna. Heldur betur. Og mér sýnst Óskar að vera... Já, ég held þetta að vera Óskar með fagnaðarlæti, sko. Ég held að þessi hann að tryggja sig blokkina með því með fagnaðarlætunum. Jú, þetta er Óskar. Þetta er Óskar. Já, aftur Matteo. Já, reyndar góð. Æjæjæj. Óskar hoppa með uppsplarunum, Gísli hoppa með miðinni og svo kemur hann út á kantinn. Já, eins og þeir mega eiga það. Þeir gera þetta rosalega vel hvernig þeir setja boltan á kantinn, en það lítur alltaf út fyrir að þetta sé að fara á annarkvæmt Hafstein eða Kristján. Já, hann er líka mjög góður að lesa, Damian. Þú veist, ef að Gísli er með miðunni þá setur hann út á kant, ef að Gísli fer þá setur hann á miðuna, þú veist. Það er rosa þægilegt að hafa þessar tvo saman að maður getur bara valið á hvort maður er að setja. Algjörlega, en hérna eru Hamar sem búin að minnka til 21-20 og við erum að fá hörku lokahafla. Kemur Damian Sapor, þetta er hörkubolti, Matti með móttökuna, boltin upp á Óskar og hann er blokkaður og KR er eftir þessu. Vel kert. Þessi bolti var hann að Matti og... Hann var svolítið úti. Já, hann var klálega úti þessi bolti. Matti var bara svo ánægður að segja afturinn í bolti sem hann þurfti ekki að beygja sig í. Hann vildi taka hann. Staðan 21-21, 3 stig í röð hjá gestunum. Já, Matti með móttöku hérna og svo kemur enn og eftir hávörn hjá gestunum. Þeir eru gjörsamlega búin að loka á KM. Já, og KA tekur þá aftur leikli. Sjáum þetta aftur hérna smá brans á móttökunni hjá þeim, en nummer 1 og 3 er bara þessi blokk. Þegar hún er mætt á svæði þá er bara ekki hægt að smassa á hana. Nei. Það er alveg þannig. Það þarf að finna einhver lausni líka.
Og það kannski líka bara, þarf ekki alltaf að bomba í blokkinu nú, reyna að lauma eins og sáum áðan Matteo lauma og það var bara galopið í miðjunni, þannig að Algjörlega. Ég heldur allavega að geti reynda að finna einhverja aðra lausni núna fyrst að þetta greinilega ekki að ganga. Já. Já, þetta líka svona vist andlit áfall að vera búin að yfir allar hreinur og lenda svo undir 21, 22. Það er rosalega erfitt. Hún vissi svolítið trúna. Já. En sjáum hvað setur eins og Damian farin að finna uppgjafna sínar og Káa-liðið smá vandræði með móttökuna. Hefur ekki þurft að eiga við uppgjafna frá honum fyrir leiknum. Það kemur afturlíðboltur á Matti og þetta steinleikur. Þetta líka visslaust, það var að setja bara boltan á Matti þegar þeir eru ekki í kantinum. Já. Maður er svona samtilega ennþá að venjast í að hafa Matti á kanti en ekki í stöðunni. Já. En ég held sem það reyndar að þetta við klálega hjálpa Káa-liðinu. Þeir var allavega verið mun svona meira sannfærandi eftir þessar breytingar. Já. Og hjálpaði líka sérstaklega Pedro. Akkurat. Það reyndar ekki ennþá síðast stig frá honum í dag. Nei. Já, vel gert hjá Strakko. Já, kemur Óskar. Flottu spil. Já. Þetta var góð hugsun alltaf. Hann var að reyna að finna hendur. Já, sem við aftur hérna, hann er mjög greinilega að leita að touchinu, finnur það ekki og Hamar aftur stígi yfir. Tomek leik fyrir Hamar. Þetta er þægilegt fyrir Matti og hins vegar og boltinn upp á Pedro að hárinu út. Þarna kemur fyrsta stígið. Honum er talsvert létt að skora loksins. Já, þetta er líka beint í að peppa liðsfélagandi. Þetta er svona mesti liðsfélagi sem ég séð á velli og það hlaut að vera því að það var að heyra lítið í honum að þetta myndi... Já, aðeins kveiki í honum. Skulum vona það allavega. Já, Stravko. Góð uppgjöf, fín móttaka. Heldur betur og... Já, frábær vörn. En góða vörn hjá Stravko. Já, vel gert. Og þetta er net. Já, net á Hafstein hérna. Heldur nálægt í spili. Þetta var áhugaverð tilraun en já. Hafsteinn... Káa þá allavega komið yfir 24-23. Já, þetta er fljótt að breytast. Þetta er mjög fljótt að breytast. Já, hér, spennan í algleymingi eins og við vildum. Já. Ekki beint fyrir Hjartveika að horfa á þessa leiki hjá þessum liðum. Nei. Eins og þið mættust í úrslita innviðin í fyrra sem að Káa kom mörgum á óvart og unnu Hamar 3-1. Lykill í því var einmitt að vinna leik 3 í Hveragerði. Já. Og það er nokkuð ljóst að ef að Káa ætlar sér áfram í lokaúrslitin þá þurfa að vinna hérna í kvöld og vinna svo í Hveragerði. Já. Það er alveg þannig. Það er alltaf aðeins erfitt að vinna á útivelli þannig að það er það. Maður þarf að nýta alla heimaleiki sem maður hefur. Það er bara algjörlega þannig. Og Hveragerðingar með líka eiga það var fín stemning í fyrir leiknum. Já, það er oft svona í smábæjum, þá myndast svona einhver ákveðin stemming. Já. Og herðu, þessi er inn. Hermann Bírik er að klára því. Ég var bara að gefa með þessi bolti myndi sigla út. Já, ég líka. En hann dettur á línuna. Hann lendir inni, vel gert. Sjáum þetta aftur hérna frábælega gert. Og þá er Hermann Bírik kominn á blað. Blokkstig á Hermanni og Káa tekur fyrstur í 25-23. Skorar síðustu 3 stigin. Og ég ætla svo sem að leiða mér að segja að mér finnst Káa-liðið hafa átt skilið að taka hreinuna. Já, ég er alveg saman. Ég var ánum svolítið hrættan í lokin. En ánægilegt. Já, en hérna sjáum við mitt blátt og rautt á hvítu hvernig þess að fyrsta hreina spilaðist. Káa-liðið var alltaf með frumkvæðið og svona voru með ákveðið svör við Hamarsliðinu en svo kom hann þessi kapli, sérstaklega þessi sem þeir tóku Hávardina frábærlega, lokuðu sérstaklega Matteo mjög vel og
svona já, það leit út fyrir að myndu taka þetta af KA-liðinu. Já. Spiluðu alltaf mjög góðan blokk og varnarleik hérna undir lokin. Já, og spurning hvernig er myndin á að byggja á þessu í næstu hrinu. Já. En svo á sama tíma, KA-liði eins og vorum að skoða á að Matti og Óskar eru búin að fara algjörlega fyrir stigaskoruninni. Petro og Hermann eru komið með 1 stig hérna alveg undir lokin. Já, en mér finnst líka sko gaman að sjá þess að Strafko er búin að vera að verja mjög vel og náttúrulega Mattias líka, kannski ekkert mjög óvænt, en já, Strafko er búin að vera mjög góður í vörn í dag. Já, algjörlega og skiljanlega, þannig að vilja er ekki setja boltan á Mattias sem ætla að vera einhver besti varnarmaður deildarinnar og sama tíma með að setja boltan á Strafko, þannig að setur sótinu að KA í smá vandræði. Já, akkurat. En þeir hafa bara gert það mjög vel að snúa eða bara við hlutverkunum að Strafko að verjast og Mattias þá spiluðu upp. Já. En já, sjáum við þetta 25-23 sigur KA í fyrstu rinnu, KA með 10 smastig, Hamar 9, engin ás en enga sigur klúruðu bæðileg 4 uppgjöfum. Þannig að vonandi fáum við annað betri uppgjöfnýtingu næstu rinnu eða bara fleiri ása. En bæðileg með eina laumar ætla ég að segja, KA með 3 blokkir, Hamar 4, hefðu hæglega getur verið fleiri. Já, eins og ég segja, það var góður varnarleikur hjá KA. Þó að þeir hafi náð að loka, þá náðu þeir samt mjög mikið cover líka. Já, algjörlega. Og já, það voru nokkur rally sem við fengum að sjá. Og lengsta rallyið var með 31 sekúnda, það er nú bara ágætlega langt með að kalla flagg. Þannig að þetta er vonandi bara það sem koma skal, áfram bara spenna og bara gæða blagg. Já, ég sé allavega enga breytingar hérna svo sem bæði lið ekkert mikið verið að rótera. Nei, ég var að segja, ég held að það sé ekkert mikið breytt hjá báðum liðum. Já, Birkir Freyr hefur svona aðalega verið að koma aðeins inn í afturlínuna hjá KA. Já. Það er svona helsta breytingin sem KA hefur verið að gera. Þetta sáu aðeins undir lokin áðan. En það er einmitt, það eru 2 á bekknum hjá Hamar, þannig að maður veit ekki. Já, þeir eru reyndar skráðir með 9 leikmenn, en þeir eru allavega kannski 1 í felum. Já. Það er náttúrulega ein miðja alltaf út af eða líka á eða eitthvað. Já. Já, vel gert. Já. En já, Matteo með fyrsta stíð hér. Engin sjokkar þar svo sem. Nei, en allavega hérna með nær hann að nýta blokkina. Já, eins og við vorum að tala það þarf bara oft er mjög erfitt að hafa háa blokk en það er líka þá meiri hendur til að nota. Það þarf bara að nýta það. Já. Þetta var Matteo líka staðstur mjög utalega. Vel gert. Talandi að vera utalega, þetta var frábærlega gert. Tomek leik kom með 7 stig og er stigastur á vellinum. Og svo sjálfur í uppgjör. Vel gert. Ég ætla að segja hvað er Strafko að fara að gera þarna. Já. Þetta er mjög vel gert. Það er bókstaflega skópar hann í gólfi. Já. Og það finna sko að Hafsteinn er samt eiginlega búinn að lesa þetta og mættar á mótunum. Ég veit ekki alveg, það er eiginlega ekki mikið hægt að segja við þessu. Það var bara mjög vel gert til Strafko. Já. Maður sé blaki úti og þetta er bara það sem Ísland er að gera hérna. Ekki tægt að gera við þessu. Heldur betur. Vel gert, koma. Já, vel gert. Petur svo á hárninni og í handetturinni. Það er bara aðeins stöngin út hjá Petro í dag en enga séu góð vörn hjá honum. Já, það var vel gert. Og já, 5. blokkstig gestanna staðreynd. Kemur Hafsteinn. Þetta fæði til Matteo og það tengir ekki alveg hana. Nei. Vel gert, þeir hanga þessi loftinu hana. Kemur Strafko. Vel gert. Þetta er líka svo magnað að hafa uppspilað sem getur smassað. Já, akkurát, hann er virkilega góður og líka skynsamlegt þarna og Hafsteinn í uppgjöf.
að nýta það þegar miðan er í uppgjöf að lauma eða smassa eða gera eitthvað. Já. Í 5. Já, Káa heldur áfram að leiða hérna en hérna missaði boltan yfir. Boltan upp á Óskar og þetta var háur. Já, það var heldur nálægt. En enga séðu vel gett hjá Rafal, sjáðu sko að hann stekkur upp en setur hendunar rosalega skakkar á hann. Akkurat, hann las bara Óskar alveg hann. En samtilega vel gett að ná að stýra boltan beint niður því oft þegar hann byrjar að setja hendunar svona skakkar þá fer boltin bara eitthvað. Akkurat. Kemur Óskar og já. Finnir smá glöf á hátinu hana. Já. Matti á aðeins svo langt frá netinu til að ná að setja niður. Þetta er bara fellur með hann. Já, annars stig hjá Kristjáni. Og já, sjáum þetta mjög skipt niður sýningunni. Já, menn eru aðeins svo langt frá netinu. En vel gert hjá Kristjáni. Matti á fínn bolti, þeir eru í brasi hérna og missa hérna yfir. Kemur svo Matti og... Já, vel gert. Wow. Hvað endar þessi? Hann endar hjá Kristjáni og Petró. Já. Já, flott hjá Hermanni þarna. Vel gert, þetta var enda frábært rally hjá þeim. Báðum liðum. Algjörlega. Og einmitt, mér finnst þetta magna Hermann Bíring hefur búin að sýna það sko ekki bara sóknarlega og í blokk, hann er orðin ótrúlega góður í vörn líka. Fljótið niður. Já, samanlega því. Þá akkurat hendur honum í afturlínu í smá stund. Já. Kannski fá að sjá þessa varnan þetta sem við vorum að tala um. Akkurat. Hann góð boltinu út á Tomek, en já, Matteo ekki alveg nú á fimmur. Ekki alveg sem er vant að þetta hjá honum, niður. Ég er sem ánægður að hann fer niður, hann er aðeins svo lengi. Aðeins svo lengi. Hann er örugglega búinn að lesa þetta fyrir löngu og líka minn bara svarar ekki alveg að pratta hausinn. Já. Boltinn á Gísli, frábærlega slegið. Þetta er ástæðan fyrir þú vilt hafa lípur og hjá Hamarsmönnum. Já, akkurat. Kristján horfði að verða bolta og þessi er á leiðin út, þannig hann var vel inni. Sjáum þetta aftur hérna. Kemur þægileg bolti. Aðeins svo. Já, þetta var hávættin viðsverri bókstaflega gáleinu. Rafal Bervaldi dauða færið hana. Matteo var eiginlega komin sko hinum megin á vallarhrauninu sko, þannig að... Hann engar sér ágætis vörn hjá Óskari, bara missið boltan aðeins og hátt. Já, bara aðeins og hátt. Þeir slegið á Matteo, hann á hórninni. Ástrís. Þeir eru alltaf aðeins svo langt frá netinu og þetta er alltaf með þeim. Já. Já, nokkuð oft. Já, það er aðalega það, því þeir eru alveg á réttum stað. Já, algjörlega. Við býðum það eftir fyrstu blokkinni á Káa í þessari hrinnu. Já. Þessi er út. Já, rétt eftir út. Vel gert í Óskari hérna. Já. Fyrsta uppgjöf sem klikkar í þessari hrinnu. Og þessi var líkast að leiðin út. Já, ég held hérna. Já, þessi eftir út. Já, Tomek slær úr leik hérna og Káa kemst í 8-7. Jafnt á eiginlega öllum tölum hérna, þetta er bara nákvæmlega sem við viljum hafa það. Já, sem gerir mjög vel þarna. Já, frábært spil hann.
vel gert. Já. Káalið búin að vera svolítið fljótir að fara á kantinn hérna en það voru kannski ekki alveg vanir á því að boltinn var að fara á miðjuna líka. Nei, akkurat. Það ser út. Þessi dekkur út líka, já. Jæja, kemur Gísli Marteinn fyrir Káa. Sjáum hvað hann gerir. Fasta bolta, þessi var langt út. Náði ekki alveg spinninn og flaut bara. Ég ætlaði að reyna að koma í veg fyrir að vera jinxleika með að segja að Káa ekki klikka á uppgjöf. Já. Það hefði þarf ansið mikið til að berga þessum bolta. Já, það hefði þurft ansið mikið. En jæja, enn staðan jöfn 9-9. Kemur Hafsteinn fyrir Hamar. Þetta upp á Hermann. Vel gert. Káa getur nefnilega líka fengið stig á miðjunni. Já. Ég var bara til í að sjá meira af því. Það myndi líka kannski losa aðeins pressuna á kantunum. Já, ég alveg samlega. Allavega að fara að setja hans meira núna á miðjuna svo að þeir fari að bíða meira á miðjunni svo það sé hægt að fara að spila aftur á Matteo. Því þeir eru svolítið mikið farin að lesa. Já. Dæmt Seiling ætlaði að segja. Seiling, jú. Sjónda fyrir henni að missa boltan yfir og þetta er klár Seiling. Já, vel gert að ná þessu. Heldur betur. Og hann kemur blokkinn. Óskar er búinn að vera flottur í blokkinn í dag. Alla með fögnin allavega. Ég held að hann hafa átt þessu líka. Já, átt þessu alveg klárlega. Já. Ég líka ánægð með Hermann og Gísla, þeir benda það á hann sko. Já, en fallið það. Já. Ég hefði þetta ekki í mér. Þetta er frábærlega svarað hjá þeim. Þeir vita kannski að það er yfirleitt alltaf sett að miðjurnar ef það er ekki vissi. Það er eins og þegar Ævar var alltaf að spila hérna, hann horfði alltaf upp og benti að þetta væri hann sem var að blokka. Hann var ekki alltaf að blokka. Einmitt. Strafkó upp á Petro á hárninni. Já, flott vörn hjá Astrid. Heldur betur og þessi bolti af. Það hafa touch hann fór líka af hárninu. Og hann lendi alveg í blá horninu. Hermann er að láta línumverðin heyra. Það var klárlega touch líka. Já, þetta var aldrei að fara að vera Káa-stig, því miður. Já. Eða alltaf svona hálf fyndið að sjá leikmenn mótmæla mjög hart þegar það er ekki spurning að hafa touch. En svo kannski var á Óskar og hann sá það ekki eða Petro eða. En klikkar Óskar hérna og enn erum við jafnir í stöðu 12-12. Gengur erfiðlega á Káa að losa sig við Hamarsmenn. Já. Þeir komist 5 stöðum yfir í fyrstu hreinu en Hamar snýriði sig sér yfir. Já, frábæri móttaka. Óskar fær hann, en þeir verjast við einhver smá misskilningur. Strafkó upp á Matteo. Matteo setur hann út og sjá hver að skipta lið. Já. Þetta er svona meira ekstrím, það ná ekki að stoppa sig. En 4 stig í röð hjá Hamar núna, aftur svipað kafli í fyrstu hreinu. Já, vel gert. Þetta var nú ekki alveg nógu gott. En ég held nú að Káa hafi átt þennan. En Káa á þetta stig, já? Já, ég er nú nokkuð viss um það. Já. Þeir að háa þetta út og þeir meira að segja viðurkenna að ég er ánægð með þá. Sjáum þetta aftur hérna. Já, mjög vel bjargað hjá Petro. Já. Var þetta ekki Petro? Jú. Já. En ég er líka ánægð með Damjan hérna að viðurkenna. Já. Og því það var smá reikistefni hjá dómurunum. Já. Já, það var touch. Og datt inn í líka hérna. Já.
Svo hann aftur. Rafal kom með 6 stig og hann eiginlega bara búinn að klára alla sína bolta. Hann ekkert fengið þetta voðalega mikið. Nei, en þeir líka ekkert rosa mikið að einblína á hann, KM-menn, þannig að það fínt fyrir Hamar að nýta það. Það voða lítið blokk á honum. Einmitt. Já, vel gert, Petro. Þetta nákvæmlega sem við viljum sjá. Þess að Hávardin var ekki klára af því að þeir held að boltinn var að fara Matteo. Akkurat. Það var aðeins að fara að dreifa spilinu örlítið meira til þess að láta gera þetta erfiðara fyrir Hamar í blokkinu. Það er líka bara að það búið að taka svo mikið úr Hamarsliðinu leið og nærða að loka svolítið á Hávardinu þeirra. Já, akkurat. Já! Talandi þess að vörð hjá Hermanni. Já, vel gert. Óskar spila svo upp á Matteo. Þetta var spurning með tvíslag hérna. Hermann næstuði með, hann hélt bara að vera úti. Hann hefði alveg getað tekið hann hana. Já. Þetta er bara nákvæmlega sem hún tala um á það. Bara vörðnin hjá Hermanni er algjörlega frábær. Hún er mjög góð, sko. Hann er kannski að koma sér þá stöðu að fá að spila afturlínuna, þurfi ekki að skipta fyrir líbyrón. Já, það er svolítið erfitt þegar Matteo sé líbyrón, því miður. Æ, þetta er vissulega. Það sé rétt út, enn er Óskar að lesa rétt í aðstæður. Já. Svo var það líka kannski bara fínt fyrir miðjan að fá aðeins að anda því og þetta að hoppa eins og geðsvörlingur hérna uppi. Já, það er rétt. Já. Kemur aftur þægilegur bolti fyrir í díjastöðun ætlaði að segja og Já, vel gert, ég er aðeins erfitt fyrir Hamarsmönnum en þeir svara bara. Já, svo kemur Tómas Leik og hann skorar hérna. Já, hann að sjá eiginlega fyrsta bolta sem að Rafal næri líka klára sjálfur en samt var engin Hávörð. Þannig að kannski það bara treysta því að Matteus bara verri frá honum. Já, ég heldur séu svolítið að treysta það. Frekar að fókusa á Tómik og Hafstein. Já. Já, veist, ef það er einhver sem ég treysti í það hlutverk þá er það einmitt Matteus. Já, ég er sammála því. En þá er alveg ótrúleg saga að Matteus hafi fundist í fiskvislunni á Grenivík. Já, það er eiginlega alveg ótrúlegt. Búin að vera þetta í rúmlega ár þegar að uppgötast. Það er ótrúlegt. Það er eiginlega synd að hafa mistað ár. Já, frontlega er hann líka búin að vera bara aðalega að vinna í vetur, þess vegna hefur ekki verið að spila með Káa. Já, hann var ekki, held ég, á Grenivík í einhvern smá tíma, þess vegna var hann ekki að spila fyrir hlutan. Herrin, já, Hamar heldur áfram að svona eiga góðan kafla og hérna er þið komin í 17-15. Og Káa tekur leikhlé. Sjáum hérna stigaskorið Matteo og Óskar með 8 stig hvor. Og svo er þetta Petro, Strafko og Hermann allir með 2 stig. Hjá gestunum það er Tómas Leik með 10 stig. Rafal er komið með 6, Hafsteinn með 5. Kristján og Tamas báðið 3 stig. Já, það er svona aðeins fleiri að koma að stigaskorinu hjá Hamarsmönnum. Já. En þetta er svo svona vissulega voðalega lítið sem munar. Já, liðin eru búin að vera að skiptast á að leiða leikina. 2 stig er ekki mikið. Nei, algjörlega. Hérna missir Gísli boltan tilbaka. Boltan á Tómas Leik. Hælið! Þetta var monsterblokk. Heldur betur og hann var sko aleinn á mótunum. Já, hérna hér. Sjáðu boltið fer sko bara eins beint niður og getur verið. Strafko Kamil og þetta getur hann líka komið 3 stig. 1 smass, 1 lauma og 1 blokk, hann vantar bara ás frá honum. Já, og hann er nú alveg vanur að skora ásaða, þannig að það er bara spurning þegar hann kemur. En við býðum ennþá til fyrsta ásnum í leiknum bara punktur. Það er svona... Reyndar alveg svolítið líka sérstaklega Hamarsmenn eru með mjög góður uppgjör, þannig að... Já. Það er alveg... Hraður bolti á Gísla hérna á að verjast þessu. Vel varist.
Og okkur með hraðubolti á Hafstein hérna. Og aftur Hafstein og þetta það var svolítið snemma á Hafstein hana. Já, það enga sig. Þeir eru líka svolítið góðir að breyta tempóinu á miðinu. Fyrri boltinn var mjög hraður. Seinni boltinn var aðeins hægari þannig að skiljanlega var Gísli farin að hoppu. Já. En þannig að þetta vel gert hjá þeim. Algjörlega. Og mætti líka að skrifa í samlinginu hjá þeim að þeir þurfi að spila eins mikið á miðinu og þeir geta. Já. Þetta vel gett hjá Óskari. Aftur bara klókt stig hjá honum. Já. Og bara eins og við höfum verið að segja, KA-liðið þarf að lesa í þessa hávörn því að það mitt máli. Þess að hefðbundu smöss ekki alveg að virka. Nei, það svolítið lykillinn þegar maður keppa móti Hamar. Þessi fyrir allavega inn. Og ein hávörnin hjá Óskari. Hann nú ekki hæstur í loftinu, hann búin að vera helviti góður í... Heldur betur, þetta hvað? Er ekki fjórða? Jú, þetta fjórða blokkinn hans, hárrétt. Sjáum þetta hérna. En já, hann ótrúlegur, miðað við hæð. Já. Sér bolti líkast að leiðinu út, en Petra tekur hann. Kemur svo Petra sjálfur og... Já. Fín vörn hjá Hamar hinum meginn, kemur svo Tómas Leikur afturlínu. Og þessi bolti skrúast aðeins að hávörninni og Petra ekki að bregðast við. 11 stig á Tómas Leik. Næja, áfram 2 stiga munur. Þá klikkar Hafstein. Já, það alveg svolítið magnaði sem var að búið með 2 hrinur og hérna komið einn ás í leikinn. Nei. Þá klikkar Strafkó. Þarna var tækjaður fyrir KA að ná að jafna metin en þetta dýrt. Já. 21-19. Já, það vantar einhverjar ásadrottningar inn í þetta. Já. Þú voru bara að hafa einhverja kennslu. Þeir eru vonandi í næsta leik. Já, frábært. Nákvæmlega sem við viljum sjá fyrir boltamiðuna. Við sjáum líka alltaf þeir eru eðlilega mikið að leita Matteo í uppgjöfunum. Já. En Matteo er búinn að eiga, það er bara mjög fínar móttökur í dag. Já, hann segir alveg mikið að það sé engin áskomin, þannig að bara nokkuð vel gert. Já, flott vörn. Þessu upp á Matteo og setur hann langa ástæðis vest þessu. Kemur Tómas Leikur afturlínu og setur hann út! Þarna var ég að bíða eftir lauminu frá honum. Já, ég líka. Það aftur fara 3 í hávörn á honum. Já, 21-21. Já, hérna hér. Aftur erum við að fá spennu á loka sprettinum. Og handa kemur hann! Það var Óskar sem skoraði. Hann er búinn að vera virkilega góður í þessum leik hingað til. Það var ekki bara Dínsson eitthvað núna. Algjörlega. Og það hlaut að koma að því líka að hann myndi fá ás. Já. Og auðvitað var það ás sem að skrúast að netinu. Akkurat. Þá tekur Tamas Kaposi leikli fyrir gestina. KA skyndilega komið yfir hér í 22-21. Já, þetta er búið að vera virkilega skemmtilega leikur og mjög mikið af vörslum og svoleið sem er ekkert rosalega algengt í karlaflagi. Já, og eiginlega sérstaklega ekki þessum tveimur liðum sko. Hamar hefur meira verið bara einmitt í háðinu sinni og Akkurat. Og KA hefur aðalega bara, já, ef það hefur verið Björgur þá hefur verið Matteus. Akkurat, það er ekki mikið að varna sérfræðingum í KA. Já.
Þetta er eiginlega akkurat leikurinn sem við vorum að biðja Já. Það kennir maður það var bara að biðja hlutina ef maður vil langar í eitthvað. Akkurat. Það Það er smá bras. Já, Káasni vörgir sótt hérna. Kemur boltinn upp á Matteo. Matteo, nei, hann er ekki að klára þetta. Bara single block en... Já, vel gert. Pedro svo Pedro. blokkar. Já, Mattias er með það. Mattias einn með allan völlin hann en hann sjálfsögur til stað. Vel gert. Allir nálegin í boltan. Góður boltir á Matteo og erfiði stöðu þarna. Bíddu nú við, þetta var furðulegt. Það var svolítið pirrandi misskilningur eftir þetta góða rally. Já. Sjáum við aftur hennar bolta. Matteus. Ég held nú að þetta hafi frekar verið óskar. Hann hélt kannski að Matteus myndi taka hann. Já, ég ætla að segja að Matteus vilja bara vera að horfa til stað. Já, allavega, hann átti ekki vera svo aftarlega að taka þennan. Hann ætla að gera þetta mjög vel. Og svo kemur boltinn út frá Matteo og það er ekki touch þarna. Hann reynir að biðja það en það var ekki. Og aftur er þetta búið að snúast 23-22 núna fyrir gestina. Já, þá tekur Káa leikli. Já. Já, þetta er búið að vera áhugavert, búið að vera fram og tilbaka og eins og segir, 2-3 stig á milli þessara liða, það er ekkert að segja. Nei, akkurat. Þannig að já, þetta verður áhugavert að sjá hvort að Hamar nái að klára þetta og jafna því 1-1. Já, það verður voðalega gott fyrir Káamenn að komast í 2-0 í þessu leik. Já, ég held að svona flestir áhugamenn í Blacki og allavega sérstaklega afturöldingamenn, þeir vilja að þetta fari þar í átarinu. Svo fólk líka, svo þeir þreytist kannski aðeins meira fyrir afturöldingum þegar þeir mæta þeim. Já, frábær móttaka. Og Hermann Bíring setur hann út. Stöngin út hjá Káa núna og setja saltið út og svona. Það er Hermann bíða aðeins svo lengi þarna. Það var svo sem alveg vel gert það sem að blokkinn var að lenda þegar hann var að slá. Það þurfti bara aðeins að hitta hann betur. Já. Þetta þýðir það að Hamar er núna í lykilstöðu að klára þetta. Kemur Tamas Kaposi fyrir Hamar. Stu bolti en Matteus með allt á hreinu og aftur kemur það Hermann. Þetta var vel gert hjá Strafko að treysta honum í að skora bara. Algjörlega. Alltaf mjög hrifinn að þessara uppspyrir að gefa hennum aftur sénsinn. Já. Það er líka svo rosalega mikilvægt fyrir leikmennin að fá hann aftur og þannig að þeir missi ekki aðeins sjálfstraustið. Það er ekki spurning. Það Káa án líbero núna þurfa stigið. Og Óskar nær ekki að stýra þessum bolta, hann þurfti að teygja sig í hann og því fór sem fór og Hamar klárar þessa hreinu 25-23 aftur minnsti munur mættir að vera milli liðana og við erum í jöfnuleik 1-1 eftir 2 hrinur. Já, sjáum við þetta var rosalega jöfn hrina, Káa náði smá frumkvæði þarna miðja hrinuna, annars var eiginlega jafnt á öllum tölum. Já. Og svo þegar leið á var Hamar komið með smá taka á þessum, Káa náði hins vegar að jafna. En svipað eins og sögðum áðan að Káa lið átti að skilja að taka fyrstu hrinuna. Þá átti kannski Hamar ef eitthvað er aðeins meira að skilja að taka þessa hrinu. Já. Þannig að, já, kíkjum á stigaskorunina. Það er komin aðeins meiri breyting hjá Káa núna. Óskar er stigastur með 11 stig, Matti með 8, skorar aðeins 2 stig í annar hrinu og Káa-liðið þarf einfaldlega meira frá Matteo. En svo er Hermann Bíring með 4, Strafko 3, Pedro 2 og Gísli Marteinn með 1 stig.
Óskar búinn að vera stabill með 6 stig í fyrstu rinnu og 5 í annari, en KA-lið þarf meira frá Matteo, það er alveg klárt. Tomek Leik hins vegar stigastur hjá Hamar með 11 stig. Svo eru þeir Hafsteinn Valdimarsson og Rafal báðir með 6 stig. Kristján og Tamas báðir með 4 og Damian Sapor er með 1 stig. Sjáum hérna já, svona sjáum við þetta. Sóknarleikurinn að KA var í smá bransi, skora innan gæsla var bara 9 smastig, Hamar skora eins og 14, en það er svona helsti munur á liðinum. KA eins og skora að vissu 2 laumur og 1 ás, en hávartin á Hamar virkilega góð og KA-lið svona aðeins búið að breyta sér í leik til þess að finna lausnir á því. En annars er þetta búið að vera bara gríðarlega jafnt og flottur leikur og eins og vorum að segja að tölvörtum bara ágætis rally hérna og lengsta rally í þessari annar hrinnu 34 sekúndur. Þannig að vonandi heldur það bara áfram. En já, allt í járnum hérna eftir 2 hrinnur, 1-1 og minnsti munur í bæði skipti. Jæja, þá erum við klár í 3. hrinu. Matteo í uppgjörinu fyrir KA. Hörkubolti, fín móttaka hjá Tomek Leik hins vegar og svo kemur hörkubolti frá honum Rafal. Eftir ég hrósaði á hann þá var hann ekki alveg búinn að skora í smá tíma, en hann er fljótur að svara fyrir sig núna. Þarna kemur fyrsti ásinn hjá Hamar. Já, og við sem vorum að hrósa Matteo fyrir móttökurna sína. Það kemur einn svona frekar klunnaleg. Þetta er svona endar í svona erfiðri hæð. Ég skil alveg Matteo að hafa reynt við hann seint. Hann var ekki viss hvað það var að leiðin út. Já, ég held að hann var bara enda að vera ákveða sig. Já. Hvort það taka hann eða ekki. Boltinn upp á Óskar laumar. Damian með þetta. Óskar svo aftur bara skrúar hann yfir hárinu þarna og sjáu þið þessa vörn hjá Matteus, kemur svo Óskar blokkar út. Já, vel gert. Við verðum bara að sjá þessa vörn hjá Matteus aftur, sjáum hérna hörkubolti, ekki nóg með sko að hann sé rétt staðsettur, við erum boltan hátt upp í loft. Já, þetta var mjög góð bolti. Draumur uppspyrir hans að fá smá tíma til þess að hugsa líka. Já, akkurat. Þó að líti oft vel út að setja boltan beint á uppspyririnn, þá er fínt að fá smá tíma líka. Já. Svolítið tætt. Já, vel gert hjá Hermanni hana. Já, og þeir bjarga þessu. Og KM vilja meina þessi mók hérna. Já, ég held að hann hafi verið með lokaðan lóa. Já, ég held það hérna líka. Jú, þetta er lokaðlói. Já. Og Hamar bara vinnur vel fyrir þessu stígi. Já, klálega. Kemur Tomek Leik. Hörkubolti út og ég var alveg hræddur að Petra myndi fá hann í sig. Já, ég var svo hræddur. Og náttúrulega fékk einmitt svipan bolta í sig í undanúrslitaleik þessara liða í bikarnum. Já. Ég hefði þetta bókstaflega brjálast þegar ég hefði reyna á vellinum. Já, ég er líka örugglega. Það er gott að ég sé ekki í þessu KA-liði. Og það er kannski aðalega gott fyrir þá. Já, líklega. En sjáu hvað þeir eru oft góðir að nýta hæðina, sérstaklega hjá Hafsteini. Hann er komið með 8 stig. Það er nú bara ansi vel gert hjá miðju. Já, það er vel gert líka bara í 2 hrinum. Já. Algjörlega.
Reynda búin að dreifa þessu vel, þetta eru 4 mannstig og 4 blokkir. Já, ok. Hafsteinn var blokkhæsti leikmaðurinn í deildinni. Já, vel gert hjá Hermanni þarna. Það verður svona stundum eins og að gefi Strafkó hugmyndi þegar það kemur stig frá miðjunni hjá Hamar. Það er já, ég get þetta líka. Já. Og já, Hermann bara flottur, komið 5 stig. Já. Og hérna er blokkað Matti og boltan í spíruna góðu. Upp á Petro og Hávard góð, boltinn svo ennþá káa megin, kemur svo aftur á Petro, slær hann út. Já, það er ekki alveg verið leikurinn af Petro. Nei, hefði blokkin verið samt á réttum tíma þá hefði hann örugglega hitt í blokkina en það var opinn annað. Já. Strafkó upp á Matti og... Flottur bolti, ég held að það færi niður, já. Já, það skiptir ekki máli. Nei, það skiptir ekki máli, fengur stig. Matti að klára þetta bara. Ég sá hvað mikið svindl þessi tvíburar með svo stóra lappir. Já, það er svo fljótt. Kristján býður og býður, svona hverjum 1 skrifar Hára Mett og sérsta. Akkurat. Fínu uppgjöf Hermanni. Já, áfram. Já. Góð vörn hjá Hermanni og svo Ánægður með sig. Já, hann má vera það. Já. Enn er hann að bjarga. Ásteinsson með góða björgun í kjölfarið hinnum megin og hérna er Hávartinn að lægja káa og... Hann hefði náð honum hefði hann ekki, hefði hann séð dómarastólinn. Hann ætlaði að hlaupa í gegnum stólinn. En blessulega þegar fyrir Sævar dómar og þá tókst það ekki. En já, Hamar komið í 7-4 og svona minnst káa aftur vera að lenda í svipið vandræðum í byrjun annar hreinu. Já. Sérisvar út frá Tamas. Káa klikka á 7 uppgjöfum, Hamar 10 þar að 2 þessar hreinu. Þannig að sjá að Káa er búið að fá 2 stig á þessu 5 gefins. Vel gert, þetta var Gísli. Já, þetta var Gísli. Það var reiður þarna. Já, bara loksinn. Aðeins að koma sér í gang. Heldur betur geggjaði Gísli Marteinn. Hans annars stig í leiknum þegar þurfum að helst að ná að virkja meira líka. Hávartinn aftur góð en í þetta skipti þau boltinn út og tóm ekki leik. Það er að koma Hamri í 8-6. Boltinn upp á Gísla og... Heldur hálfurinn. Þarna var... Aðeins er hann aftur þarna svona... Það óskar sig að bíða of mikið eftir að Mattheus gerir hlutina. Já. Og maður getur alveg skilið að vissu leyti þess að Mattheus hefur að gera ótrúlega hluti alltaf en... Já. En stundum þurfa... Má ekki setja allt of mikið. Stundum þurfa aðrir að gera líka á... Vel gert. Það verðist vel. Heldur betur og aftur Hávard. Sjá Gísla þarna. Glæsilegu Gísli Marteinn. Frábært. Hvað dæmaði þér? Nei, hann var bara að láta vita þessu fiska.
En það var þetta handabending frá 8 dómara sem ég hef ekki séð áður. Akkurat. Og þetta því að ertu snögg að þurrka. Já. Spurning þetta sé í dómarahandbókinu líka. Já, alveg pott. Áhugaður staða þarna hvernig þið setjum boltan upp á Hafsteinilega í kantstöðu. Já. Þá kemur Tómik inn á eiginlega miðjuna. Og ég skil alveg KA-liðið er svolítið bara beðið hort á bara hvað var að gerast. Já. En þetta skilaði stíi. Jú. Kemur svo Petro touch þarna Já, fannst mér. ég er nokkuð vissum að við heyrt í touchin. Já. Það er annað, þeir eru ekki einu sinni að kvarta neitt þannig að Nei, kannski. Æ, ok, það virðist að bara yfir hávitinu það. Já. Júlía tekur leikli 11-7 fyrir Hamar. Já. Maður vandi að segja svo hvað KA getur gert til þess að svara þessu. Já, þeir eru bara búin að vera svolítið svona stöngin út, setja boltan rétt út og svoleiðis. Ég held bara akkurat núna eru bara Hamarsmenn aðeins betri. Já. Það er eiginlega bara helsta vandamálið. Algjörlega, en svo kannski líka eins og þú sagðir áðan, en að við fengum nokkra bolta á Hermann að miðjunni áðan og hann skilaði bara fín. Já. Ég man eftir bara þessi einu bolta á Gísla og hann var krefjandi fyrir það. Já, ég held að hann sé bara búinn að fá 2-3 bolta og þeir hafa ekki alveg náð að tengja náðu mikið. Já. Svo hann spilar það líka vissulega inn í að Petro er ekki alveg búinn að finna sig, en þegar hann hefur farið fram í hálfleikinn þá hefur hann verið út. Akkurat. Það kemur Petro og... Það er flott. Þetta leiklið hafði ekki aðalega verið bara halda áfram drengur, halda áfram. Og Petro komið þá með 3 stig í leiknum, 1 í hverri hrinu. Það er vonandi að tvöfaldastigin sé núna fulllega. Já. Gísli Marteinn. Þurfum við löglega uppgjöf hjá honum. Já. Hann fyrir næstu sko ás. Svo kemur Petro aftur og þá er hann blokkaður. Frábær blokk reyndar. Já, Rafael Bervald með alvöru blokk þarna. Það er til að svekkjandi að nýta sér ekki betur að Gísla með hörku uppgjöf sem við missa tilbaka. Já. Það er eins og það er. Já. Og kemur Laumann. Já. Hef nú séð betri Laumi frá Strafko en hún virkaði. Það er fyrir öllu. Ég fagnar bara Laumum. Já. Glæsilegur. Hann er búinn að, þetta er 3. bolti sem hann er að skora sjálfur. Já. Plus og 1 blokk, hann er komið 4 stig. Já. Hann getur munað það. Já. Óskar hefði líka alveg getað kofira sjálfum sig þarna aðeins. Já. Það var það hátt að. Á saman tíma Hermann hoppar þarna með uppspyrjaranum og er svo aðeins og lengi til hliðar. En aftur 4 stiga munur. Þessi bolti er út frá Hafsteini. Sýst hann ekki vera alveg samanlega þessu en þessi var úti. Það var 3 misjafnar uppgjafir hjá Hamarsmönnum í þessari hrinu. Erfiður bolti hérna sem endar úti á KA stigið. Já. Þeir ná allavega að halda aðeins við Hamarsmenn. Það ætla ekki að hleypa þeim allt of langt á undan. Nei, en vissulega hefur búið að spila svolítið inn í að Hamar er svolítið að gera mistök núna. Já. Bæði í opnum leik og í uppgjöfum, hann að... Það hendar búið vel fyrir KA-minn. Já, tökum því. Já, klálega. Damian er núna upp á miðjuna og Kristján ætlaði að segja nýtir netslengin vel hérna. Við hefum kannski ekki átt að hrósa
Strafko alveg svona mikið á. Hann ekki búinn að verja rosa mikið í þessari þriðju hrynu. Ekki eins sögulega í hinu, en það verður bara það. Nei, en kannski honum til varnar, þá er það lúmst erfitt að verja þegar boltinn stoppar á netinu. Mjög erfitt. Maður er kannski bara komið með aðeins hærri standard núna eftir hinar 2. Heldur betur. Það er Matthew Já, vel gert. heldur Hanna kemur Pedro. Þetta er allt annað. Já. Og það líka ekki alltaf að slá svona utan eins og hann hefði svolítið verið að gera. Nei, hann er svolítið mikið að slá alltaf krossinn og það of langt. Þetta er flott. KL er að koma með fínt svar núna. Já, fín stykki og Hermann hérna. Og já. Flottur. Kemur hörku bolti frá Pedro. Já, vel gert. Þetta er allt annað á okkar manni. Og þið sjáu því hann er að hoppandi kátur núna. Já. Svo glaðasti maður sem ég einhvern veginn kynst og það er gott að sjá hann aftur vera búin að finna gleðina. Já. Æja, einstigs munur. Já, vel gert hjá Gísla þarna. Það er ná að jafna. Já, enn einn blokki frá Gísla núna. Og ég hef mig kallaði eftir fyrir þessa hrynu að fá Gísla í gang aftur. Þarna. Ég var að kalla eftir að fá Gísla í gang og hann heldur búinn að svara því og aftur fín blokki á þeim félögum. Já, vel gert hjá Strafko, vel gert. Það setur hann í spýruna. Sjáum þetta aftur þess að mögnuðu björgun. Hann hafði allan völl til að setja boltan á en setur hann í antennuna eða spýruna góðu. Boltinn upp á Gísla. Það er svo lágt uppspil þarna, það var lítið sem hann gæti gert. Og Kristján er að sjá við honum, Kristján Valdimarsson. Hann er komið með 2 blokkir. Þeir bræður eru með einhverjar 6 blokkir bara milli sín tveggja. Já, það er þetta rosalegt. Æja, kemur Matteo, já. Gerir vel. Tíunda stíð hjá Matteo og þetta er mikilvægt. Það hefði verið mjög svekkjandi að missa Hamar strax aftur lengra frá sér. Já. Pedro. Smá bras þarna og hvað endar þessi bolti? Gísli týnur honum í smástund. Já. Matthews upp á Pedro. Já. Já, hann snerti aðeins neti. Já, og hann veitir þessu sökina. Lítið þetta hvort við þessu. Já. Sjáum þetta aftur hérna hvernig Gísli stekkur upp hérna og það er örlítið netið, það er ekki mikið. Já, nei, þetta er bara aðeins. 15-17 og þá er Kristján kominn í eftirlínuna hjá Hamar. Kemur Matteo. Já. Tómið leik, þar ítar hann yfir, gerir það. Strafko upp á Matteo. Já, Gísli næstu búinn að bjarga þess en enn og aftur er blokkin góð hjá gestunum. Þetta er 5. blokkin á Hafsteini. Já. Enda blokkkóngurinn í deildinni. Já. Hann er að standa nafni. Æja, kemur Matteo aftur. Matteo núna skorar hann. Já. Var þarna aðeins meira upptalið að setja þetta á Damian í staðinn fyrir að setja hann á Hafstein. Það virkaði.
Aftur reyna að setja boltan á Hafstein í hálfgerði kantstöðu en það gengur ekki núna. Vel gert hjá Ásdís Anna. Já. Svo kemur Óskar. Új! Vondir í lægum menn hérna. Þetta þessu. Kemur Matti aftur inn við og Harna skorar hann. KA-liðið fagnar þessi sem heimsmeistarar, ég skil það mjög vel. Þurfti að hafa mikið fyrir þessi stíði. Já, það var mjög mikið fyrir þessu. En á sama tíma hrós á gestina, þeir sýndu alvöru karakter hérna í vörninni. Virkilega góð varnarleikur hjá þeim. En á sama tíma, mér finnst núna eins og KA sé svolítið að stýra þessu. Það er aðalega bara Hávörðin sem er að skila stigum fyrir Hamar núna. Já. Já. Kemur Petró, setur hann í netið. Já, vantaði herslumunum hérna. En þetta er fín pressa frá KA-liðinu. Vonandi geta þær haldið þessu áfram. Já. Já, klókur Strafkó. En Óskar vill vinna sér touch. Það er rosa erfitt fyrir dómarann. Ef þetta var eitthvað touch það breytti boltinn ekkert stefnið eða neitt, þannig að það er eiginlega ekkert hægt að sjá þetta. Hendurnar eru mjög nálægt þessu en ég er ekki viss um þetta. En Óskar þarf alltaf bara að vera rólegur. Það var mjög skýtt í blækjunni, það vantar henni bara fyrirliði sem á kvarta. Já, það er nefnilega þannig. Það er 2 stig í röð sem að KA hefur klúðrað. Og Hamar leiðir 20-17. Sér dæmdur inni, já, ok. Já, ég held að hann hafi alveg farið í bláhornið. Já. Þetta er akkurat sá partur af vellinu sem við sjáum ekki mynd, þannig að... En já, svona búið að vera svolítið gegnum gangandi í þessari hrinu að Hamar búið að vera með forystuna, KA komið með ágætis kafla en aldrei náðu að jafna. Nei, þeir eru alltaf einu skrefið á eftir Hamarsmunum. Já, Hamar fær þannig að nálgast að ansi mikið að taka þessa þriðju hrinu en eins og segir búið að vera alveg sveiflur í þessum leik þannig að sem ekki að afskrifa KA-liðið. Kemur Demian Sapor fyrir gestina. Kemur svo Óskar hinum megin og Óskar setur hann bara út á 22-17 núna, þá gerir KA breytingu, fær Birki Frey inn fyrir Petró. Það er þessi eina skipting sem við sjáum hjá þessu liðum, það er að fá Birki í afturlínuna. Ég held að þetta sé mjög mikilvægt fyrir KA núna að fá Birki aðeins inn. Það er hrikalega góður í afturlínunni og hérna ískaldur fær hann strax að taka móttöku. Jú. Það kemur svo Óskar fyrir laumuna. Tómek leik, skorar. Gísli er hérna að hoppa frá netinu þarna. Já, það er líka gott að geta tekið Matteo aðeins út úr móttökunni svo hann getur bara einbeitt sér að því að smassa. Núna líka er hann þá að smassa í 1 þar sem hann er talsvert betri heldur en í 6. Þannig að þeir þurfa allavega að reyna að finna einhver svör. Heldur betur. Og fínt til Strafkó. Heldur betur. Dæmiðan upp á Tómek leik. Já! Er spurning hvað við Tómek leik hérna, hann lifir í netið. Já, hann... Fær hann guldspjald fyrir þetta. Trúinu ekki öðru að fá guld fyrir þetta, það er mikið að segja. Nei, en
Undir öllum kringumstæðum mætti hann að fá guldspjald allavega, já. Já, hann er að fá guldspjald. Já, frábær blokki á Strálko þarna. Já. Virkilega mikilvægt líka. Heldur betur. Það er náttúrulega áhuga ef hann fikk rauðspjald, þá náttúrulega hefur fengið 2 stig þarna. Já, það er ágætt. En guldspjald er hárréttur dómur þarna. Já. Það er svona fyrsta pirringsbrot hjá honum. Já. 18-23. Káa þarf að ná smá kafla núna. Kemur Gísli. Tiltulega örgubolti hjá honum og svo kemur Tomek Leik og vá, sá svaraði fyrir sig. Svolítið reyður hana eftir síðasta smass. Ég held að ég ekki síðan hoppa svona hátt í dag. Já, lítið við þess að segja, frábærlega gert hjá honum. Þetta var mjög vel gert. Og Hamar er stigi frá því að taka 3. hrinu. Strafko upp á Matteo. Já, hvernig skrúast þessi bolti Hamars megin. Hvað segir Jóna, heldur hann bara allir boltar núna hjá Káa bara á Matteo? Já, það er svona allar líkur á því. Það er svolítið verið taktikinn á Káa í þessari stöðu. Já, hann er reyndar í 6 núna en það er ekki alveg jafn auðvelt en svona 90%. Já. Já, vel gert. Setur hann að stýra honum inn líka. Heldur betur og þetta er ótrúlega góður bolti. Rosalega vel gert. Það var svona strandlagstaktar. Já, það er bara nákvæmlega. Sjáu þetta aftur líka sko. Hann sker boltan ekkert eðlilega vel. Hann er svo nálægt netinu þegar hann dettur þetta hinum megin. Þannig ég skil það mjög vel Kálið, það var ekki ná að verðast þessu en ískaldur hérna Tamas Kaposi að klára þetta svona. Já. En það var svona eiginlega bara gegnum gangið þessar hrinu. Hamars voru eiginlega bara með smá taka á þessu. Já, þeir voru bara sterkari aðalinn í þessar hrinu. Og alveg spurning svona, núna ætlaði Káa heldur betur með baki við vegg. Hvað er til ráða því að við höfum ekki verið að sjá mikið mannabreytingar hjá okkur? Nei, og ég held að sé ekkert mikið hægt að breyta liðinu. Kannski að setja Birki inni, það er samt svolítið erfitt líka í framlínunni af því að þetta eru það háir leikmenn að það er svolítið erfitt. Það er svona spurningu, væri það eitthvað ráða að skipta Matteo aftur í díóin? Þeir voru náttúrulega vandir kannski og búin að leggja leikinu upp með að hann sé kantur. Já, það er spurning sérstaklega líka af því að Petró er ekkert að skila alltaf mörgum stigum að það væri kannski sniðugt. Já, Petró átti smá kafla þetta í 3. hrinu sem hann skorar 3 stig. Já. En annars þá eins segja, hann er búinn að vera í smá vandræðum með smössin sín í dag. Hann er búinn að fála nokkra sensa. Já. En áfram með Matteo, Matteo er orðinn stigastur núna að Káa með 13 stig. Óskar, það er ekki alveg að fylgja eftir síðustu hrinum og skora bara 1 stig í þessari 3. hrinu. Það munar líka svolítið það því að Óskar er búinn að vera góður. Þeir eru svolítið búin að ná að loka. Á sama tíma þá er Tomek Leik að eiga bara mjög stabilan leik, komið með 14 stig. Svo eru þeir Hafsteinn og Rafal með 10 stig hvor. Það er ansið vel gert hjá Hafsteinni sem miðja með 10 stig. Já, þetta er bara virkilega vel gert. Þar eru 5 stig úr blokkum. Það er líka rosalegt. Í 4. Í 3 hrinu. Já, það er ansið vel gert. En já, sjáum hérna Káa skorar enga síður á þessum 19 stigum sem Káa skoraði 10 stig úr smössum. Þannig að þetta var kannski svona, eins og ég segja, Káa var svona svolítið að stýra pressunni en Hamar bara einfallega með frábæra blokk. Þeir eru búin að vera rosalega stabilir í blokkinni í dag, komið með 11 blokkstig. Svo líka svolítið áhugavert að Hamar klikkar á 3 uppgjöfum og gerir 1 mistök í opnuleik. Það er rosalega lítið. Já, það er svolítið erfitt. Þú veist, fyrir Káa ef að Hamar ætlar ekki að
gera fleiri mistöku það. Algjörlega, en svo á sama tíma Káa klikkar engri uppgjöf en gera Nei. 7 mistök í opnuleik og það er á mikið. Já, það er svolítið. En það var það að vera munurinn á liðunum. Dýrt, já, akkurat. Þannig að, já, þú Káa menn aðeins að finnstilla með það, en þetta er svo kannski líka alveg skiljanlegt þegar blokkin hefur verið að taka svolítið mikið úr þér að þú ferð að reyna kannski aðeins erfiðra hluti og þá detta mistökum svolítið inn. Já. En við erum einfallega komin í þá stöðu núna að ef Hamar tekur þessa fjórðu hrinu þá er einvígi búið. Já, það er bara svolítið. Og ekki er fyrsti bolti fyrir Óskari nægilega góður. Nei. Við kannski ekki orðið nógu sleipur í Íslandi, við vorum að tala um að fækka mistökum ekki fjölga þeim. Nei, akkurat. Já, flott móttaka. Og svo enn einn blokkin á Hafsteini en Káa heldur sér gangandi. Tommy Gleik blokkaður. Já, flott blokk, fín cover þarna. Æ, svolítið á hælunum þarna. Já, Petró kannski full aftalað þarna. Já. Því nær hann ekki til boltans þarna. En Damian Sapor er búinn að eiga nokkrar magnaðar bjarganir eftir að Káa er að blokka. Já. Það er árið. Hamar komið í 2-0. Þetta er eins og það út. Það er svolítið áhugavert að sjá að Káa er með 90% uppgjafanýtingu, Hamar með 84. Já, það er nú bara... Við að kóru mörg uppgjafist ekki fyrstu hrinu, þá þetta voru bara rosalega gott í kjölfarið. Já, ég er alveg sammála því. Þessi bolt er út. Það var kannski ekki að skynsamlegasta stöðunni. Jæja, enn og aftur jafnt í þessum magnaða leik sem við erum með hérna. Já. Jæja. Það er samt erfitt að vera eitthvað óreiður við Gísla klikka uppgjörnum því að hann er alltaf klálega að sækja. Já, hann er alveg að setja pressu á þeir. Það kemur Tom með smá hik þarna í aðdragandunum að þessu og reynir að nóg til þess að taka hann út af laginu. Já, Hermann er bara mættur hana. Ég held að sjálfsögðu. Sjálfsögðu, og þarna kemur Petró. Þarna kemur Petró og það gefur fín koss á bekkinu og allan pakkinn. Já. Þetta var áhugaverð flétta hjá Hamarsmönnum en gekk ekki alveg upp hjá þeim. Nei. En já, vonandi nær Petró að finna sinn takt hérna aftur. Já. Þarna kemur Strafko með sinn ás. Já. Búinn að skora úr blokk, laumu, smassi, ás. Já. Það er allir bakkinn. Já. Við getum ekki beðið mikið meira. Jú, við getum bara beðið fleiri ása. Já, það er hárið. Já. Strafko heldur það áfram í uppgjöf og Káa kom í 3 stiga forystu. Flott móttaka hjá gestunum. Gott smass sem endar inni. Já, 7. stigið hjá Tamas, hann er svona
Það er svona stíðið þarf á að halda og þarna þurftu þeir allavega aðeins að stoppa KR-liðið. Akkurat. Boltinn upp á Óskar og þetta er frábær vörn hjá Tómek Leik og aftur. Þetta var ákveðin taktík. Heldur betur og þeir enda einhvern veginn á að klára þetta stig. Hamarsmenn þáttur í gríðarlega sóttaþunga frá KA þá verja sér þetta frábærlega. Kristján Valdimarsson kom með 7 stig. Reynar að halda yfir bróður sinn. Hafsteinn. Matteo með ákveðis móttöku kemur svo Óskar á flegi ferð. Já. Fleikir þessum í gólfið. En KR allavega að gera nákvæmlega sem við viljum að gera hérna í upphafi 4. hreinu. Já. Þeir ná að halda smá pressu á Hamar hérna. Þessi bolti er í net. Er þetta ekki bara aðra þolinmæðis verk hjá KA núna? Já, ég held að það sé bara málið sko, því að Hamar eru ekkert að gera rosalega mörg mistök í sóknu, þannig að þeir þurfa bara að vera þolinmæður og reyna að verjast þangað til þeir ná að skora. Já. Það er svolítið svoleiðis. Algjörlega, og bara trúa því að það sem þið sé að gera muni virka. Akkurat. En þetta er hins vegar vel svarað hjá Rafal. Jú. Við höfum nokkuð sem við séð svipaða stöðu, þá var þeir bara enginn á mótunum. Já. Þetta gerir hann vel, komið 11 stig. Matteo. Já, vel gert hjá Matteo. Já, þeir ná að bjarga þessu yfir og Óskar tekur á handanum. Kemur svo Petró ætlaði að segja. Já, vel gert. Já, ok, þeir sleppa með þetta. Hvað endar þessi bolti og já. Það er svolítið bras. Þetta er áhugaðar varnir eins og ekki sem er að sagast. Já! Matteo valur vörð hérna og svo kemur Matteo boltan yfir og enn verjast þeir. Þessi bolt er úti! Óskar ætlar að taka hann en svo er gargað á hann og hann ætlar að fara. Þetta var lengsta rally leiksins, 39 sekúndur. Aðeinslega magnað að sjá Óskar hérna í loftinu svo allt svo til að teka hennar tilbaka og lendir þá á maganum. Þessi er úti, já, heppni með KA hérna, þetta var úrvals tækifæri. En þetta er svo sem það sem að KA-lið hefur svolítið verið að gera. Það er að leyfa honum Rafal svolítið að fá sénsinn og bara smarsæðilega bara blokklaust. Já, akkurat. Matteo var enda svo sem að hlaupa mót honum en hvernig lítið gert þarna. Það kemur bara gamla góða svarið hjá Hamarsmönnum, boltinn upp á Eiti Valdimarsson og það er Kristján núna. Tamaska pósi fyrir gestina, þessi KA með smá taka á sig en það er þannig nóg eftir á hrinunni. Þá klikkar Tamas. Já, 14 uppgjafi klikkað hjá Hamar, 8 af KA en KA eins og gert tölvöld fleiri mistök í opnum leik.
Stravko á Matteo laumar en góð vörn þarna. heldur betur og ástrisk. Já. Rétt bara eftir stað þarna. Aftur Já, háðu vel góð. gert að ná að koti í þennan. Og nú það Tómas. Já, þeir verka þessu. Þessi bolti líkist að leiðinu út. Ástrisk tekur hann. Kemur Tómas leik. Ég ná ekki að stýra honum inn. Já. Þetta skýrt. Þetta var bara háðin út. Við veit ekki alveg hvað Stravko er að biðja hann. Já, en ég held að hann hefði fengið hann aftur í sig þegar hann var að fara út, en ég held að það hefði nú ekki verið þannig. Nei, það var alls ekki 11-8 og það var mjög jákvæmt að háðin er komin í ganga að káa aftur. Já, það var bara að stýra sturtublokkinni inn. Það kemur Kristján. Það er til Matteo. Færið boltan svo á Gísla. Rétt út. Já. Fínt slag en. Já, Gísli aðalega verið að skora stigin sem úr blokkum í kvöld. Það væri mjög sterkt fyrir Káa að hann myndi líka finna smössun sín. Já. Já, boltin upp á Matteo blokk út. Já. Hann var aldrei að fara að ná þessi bolta út fyrir blokkinu og þá kann hann bara nota hann. Nei, akkurat. Mjög skynsamlegt. Sjáum aftur hérna. Já, aldrei spurning, þessi bolti var allan daginn úti. Og stuttur boltur á Matteo. Heldur stuttur. Já. Þá segjum við eins og uppræðan segja nokkuð sem í kvöld. Góð hugsun. Já, akkurat. Stravko velur Óskar finnur ekki alveg þetta að segja hérna. Já. Og svara bara Tómek. Já. Það þýðir ekkert að gefa alveg svona létta bolta á. Nei, ég veit þetta. Það gerir þetta smá krefjandi. Þetta kannski virkað á öldung en Já, akkurat. ekki í undanúrslitum hérna á móti Hamar. Nei. Jæja, forskot Káa komið í 1 stig. Boltinn er upp á Petro nýtir háörnina. Sá er að svara fyrir sig núna í fjórðu hreinu. Aðeins að gefi. Ánægður líka með Matteo, þannig að hann gargar á Stravko, bara ég er með þetta. Já, hann er betri stöðu en Stravko hana. Já. Jæja, Gísli Marteinn. Nú þurfum við alvöru bolta frá þér. Það þurfum bara öruggan bolta. Já. Þessi bolt, já. Bara, já. Já, þessi bolti úti. Ég segi mikið fyrir Káa að halda í forystuna. Já. Það er svo erfitt að vera að elta allan leikinn. Já, það verður rosa þreytandi til lengdar. Já, nú svarar hann fyrir sig. Já. Já, Rafal kom með 12 stig. Búinn að vera, eins og segi, bara mjög svona samfærandi. Stravko bergar þessu bolta og Svensson hjá gestunum heldur betur. Það var inni. Já, Tamaskapósi. Já, alls konar vandræðar móttökunum Káa þarna, enda svo sem ekki skrítið svo sem. Já, boltinn það skrúfast á netinu. Já. En hann var ekki lengi að minnka þetta aftur í 1 stig. Boltinn upp á Óskar, fýtt bolti, en góð vörn. Já, fínt. Matteo kemur hann, já, flott vörn, það gerst honum. Já. Matteo smegt hörku vörn hinum megin. Já.
Hávaðin góð á gestunum núna og hvar endar þessi bolti? Þeir hoppa svo snemma. Og svo til að toppa þetta kemur Hermann með höndra tilbaka þegar Matthías á leiðinni. Já. Alltaf mjög gaman að vera líbero og réttar á að teka bolta sem er að fara að berga og þá kemur einhver ömuleg hendi þarna. 14, já, hérna hér. Og, já, þetta er rétt. Já. Hafsteinn mótmann þessi tvíslæðin, já, þetta er bara hár rétt. Og ótrúlega vel gert hjá Stravko. Já, mjög. Já, þú blokkar hann, þó hann sé mjög hávaxinn, þá blokkar hann ekki með, sko, maganum, sko. Nei. Það þurfti ekki að vera rúmlega 2, það þurfti að vera rúmlega 3 til að ná því, held ég. Já. Það þarf að vera fyrir ofan netið til að... Já, Hermann með góða blokk hérna. Aftur reynaður og nú er Matthías með vörnina. Og Pedro af hárni og skorar. Það er flott að halda fórstinu, þetta var rosa mikilvægt að staðan er ekki jöfn. Algjörlega, og hann líka tekst KL tvígang að loka á Hafstein á miðjunni. Já. Það er nú meira en að segja það. Akkurat. Sextán, 14 hérna, nú fer hver stig að telja heldur betur. Já, Matthías er góðum stað eins og svo ofta áður, kemur svo boltinn á Pedro blokkaður. Já, alveg blokk þarna, sýndist nú vera hann Tamas. Við sjáum það aftur. Nei, þetta er hárið þegar. Já, ég held að það veri. Ég held bara að Hafsteinn var að koma nógu marga blokkir, ég vanga að fara að dreifa þessu. Já, fínt að dreifa þessu aðeins. Hafsteinn komið með 6 blokkir. Bróður hans 2. Og svo skorar Óskar. Það er barist þarna. Já. Það var eiginlega næstuði með hann. En blessunlega fyrir Hammarsmenn þá var þetta unbroken skilti sem við lentum á þarna. Já, blessunlega. Mjúkt og gott. En já, Óskar gerir 1 stig í síðustu hreinu. Hann er búinn að stíga upp núna aftur. Já. Kemur Óskar. Og fín hár til Pedro. Já, boltinn sem var Pedro tilbaka og hann blokkaður. Já, flott hjá Matthías þarna. Já, Matthías er eðlilega framalega þetta. Ég veit ekki hvernig hann náði þessu. Nei. Þessi er úti. Þessi er svo úti í kjölfarið. Þetta var nú eiginlega bara upp í neti, sko. Ég veit ekki alveg. Já, ég sko sjáum þetta aftur hérna að sjá við Matthías, sko, hann er orðinn fremsti maður. Og svo í kjölfarið sláður út. Já, þessi yfirferðin á sem gæja er bara eitthvað annað. Já. Það var eiginlega áhugað að vera svona eins og fótboltanum að sjá hlaupatölurnar hjá honum. Já. Sjá hvað hann er á vellinum. Já. Hann er örugglega bara, hann einhvern veginn nær að vera alls þar. Já, þá er frábær vörn á Stravko. Erfið bolti sem missir mann yfir. Þeir blessunlega ekki tjaldið. Nei, akkurat. Og þessi dettur svo í gólfið. Næstu með. Já, henn er Rafal að gera vel úr sínu. Það var svolítið dýrt að missa þennan bolta tilbaka þarna. Já, það hefði verið fínt að ná að sækja hans rúnum. Já. 16-18 núna, KA í vil. Stravko upp á Pedro, vel spila en þeir ná að redda þessu í hárninni. Já. Matthías gerir vel þarna. Heldur betur. Og líka vel gert þegar Stravko hvernig hann hótar boltanum á Hermann fyrst eða. Mjög vel gert. Hávaðinn dettur á aðeins úr rytma þarna. 15 stig hjá Miguel Mateo Castrillo. Og KA er svona mjög svipur hrina eins og áðan eða bara nú er að KA sem er með frumkvæði. Já.
og eins og Hamar nokkur sinni búin að vera að koma sér tilbaka en aldrei alveg. Nei, akkurat, en hafa aldrei náð almennilega að jafna leikinn aftur. Algjörlega, hérna sjáum við stigaskorið, Matteo 15 stig á K.A, Óskar 14, Pedro að stíga aftur upp núna, komið 9 stig, Strafko 7. Hjá Hamar þar Tomek Leik með 17, Rafal hefur þetta líka verið að stíga upp. Í þessari hreinu komið 13 stig, Hafsteinn með 12 og bróður sem með 8 ásamt Tamas Kaposi. En jú, erum við ekki að tala fyrir öllu blackfólki í Íslands sem við viljum fá þar hreinu hérna? Já, ég held það nefnilega. Það er miklu skemmtilega. Meira segja hvergerðinga vilja fá. Já, ég held það, bara alveg blagg. Hann næði honum ekki alveg náður. Já, ég held að Pedro hefði haft aðeins svo mikið tíma þarna miðað við stöðuna. Já. En þetta var mikilvægt fyrir Hamar, 17-19 núna. Strafko velur Matteo blokkaður, Óskar Mættir undir. Svo kemur aftur blokk frá móti Matteo, hann var sjálfur sem bergar. Hann fær hann bara aftur og aftur. Já, það er inni! Vá, ég held að það væri langt úti maður. Já, hérna enda sjáum við. Hann dettur alveg inn. Sjáum við að bolta. Sko viðbröðin hjá Óskar segja hérna allt. Þeir trúið sér ekki strákarnir sko. Ég held að við fáum trúið eftir hana. 20-17, risastig fyrir K.A. Já, þetta var virkilega mikilvægt stig. Og svo Matteo alvöru skítall og að nutta með aðeins uppur sem hinum meginn. Eins og á að vera, það menn eigi að vera skítallar í svona leikjum. Já, já. Það er miklu skemmtilega. Æja, kemur Tomek Leik, laumar en Birkir mættur. Já. Svolítið krefjandi. Já, alveg spyrir hvort Matteo hefur sér átt að reyna að íta bara með fingurslega yfir hann eða eitthvað. Já, það var alltaf erfitt að slá hann úr þessum. Já, sjá, það var allavega snúist það. Já. Ja, 20-18 núna. Já, fín móttaka og svo kemur Matteo af hárninni og herðu, hérna Kristján Valdimarsson með vörn. Og svo Matteo blokkaður og í spýruna. Já, það er eins og við vitum, flestri boltar hjá K.A. fara á Matteo núna en hann eins og að skila sínu. Já. Hann ætlaði ekki að gera mistök. Og þeir að ná að, hann að nota blokkina til að ná að kofera og spila betur úr honum. Algjörlega, hérna kemur bolti, frábær bolti úr afturlínunni, já, Rafal. Kannski ekki mikil sjokk að Rafal sé að halda við spennu. Nei. Æja, Strafko upp á Óskar blokkaður og net. Já. Klaufalegt og Hamarsmenn eru ekki sáttir með sjálfan sig þarna. Sjáum þetta aftur hérna á fín blokk en aðeins of ákveður og snerta örlítið með fingurgómunni netið. En í ákveða samt tíma K.A. voru klárir og náðu að halda þetta gangandi. Þeir náðu að halda honum á lofti. Gísli með fína bolta. Tomek Leik en þetta reddast á endanum og allir á lífi ennþá. Það er fyrir öllu. Það er nóg gett. Og sjáu þið þetta! Strafko Kamenov! Ok, ef við heldum að hinn boltinn áðan hefði verið brattur, þá var þessi eitthvað annað. Þetta var, hérna, var það rosalegt sem ég hef séð Strafko gera. Það er bara þannig. Já, þetta fagnar þessu ógurlega og ég skil. Maður sér líka að Strafko ekkert fagnar oft rosalega, en þarna fagnar hann alveg innilega. Þarna var Strafko komið með nóg og já, með
Vá, þetta var blokk, maður. Ég held líka að alla blokkina sem Strafko hefur gert single blokk. Já, það hárrétt. Það eins og það þarf eiginlega bara að láta hann fara í single blokk af því þá er miklu meir líkur á hann blokki. Já. Já, þetta er búið að vera svakalegu leikur. Káa 2 stigum frá því að knýja fram Odda Hrinu. Já. Já, hérna, Gísli Marteinn er búinn að vera að halda fínni pressu núna. Það spilur hvort að leikliði býti á hann. Já. Leikliðin hins og að búinn hjá Hamar núna. Já, tökur bara öruggambolta. Já, skilsamlegt. Þetta var hausinn. Já. Það sló svo bratt að og bara hausinn á Hermanni. Já, ég var eitthvað sér svona lúmst sveittur ef ég var í Hermann þarna þegar menn horfðu bara boltan. Já. Hann fer reyndar alveg þokkalega út þannig að kannski var enginn í sens á að taka þessu. Það var alltaf svona viss skilabóð að reyna að skuttla sér. Já, það gefur líka mönnum meiri, hörðu, þessi fór líka hausinn. Matti og alveg liðsmaður, hann bara hefði sín. Já, já. Nei, það gefur liðinu bara ekstra mikið búst þegar maður finnur að liðsfélagarnir sínu eru að berjast í alla bolta og gefa allt í þetta. Sammála því. Það er alveg þannig. En já, Matteo er að skora enn eitt stigið hérna í lok 4. hrinu. Káa 1 stigi frá því að jafni 2-2. Hörðu, þessi bolti. Ég held að hann var að fara í netið hana. Já, samanlega. Já, sjáu þið vörnina! Vörn! Matteus með stórkostlega vörn og í kjölfarið tekur hann aftur boltan. Kemur svo Óskar Fernández og hann klárar þetta. Já, þetta var alvöru rally. Guð minn góður, hvað þetta var vel gert. Hafsteinn vil meina að þetta hafi verið úti en ég held að þetta hafi verið helviti mikið inni. Þessi var inni, það er bara ekki nokkuð spurning um það. Og Káa tekur þessar inni 25-20 og ég er ekki sammála því að þetta var sanngjarnt. Já, ég myndi nú segja það. Þeir náðu að halda út fórustunni allan tíman, það var nú ekki mjög líkt Káa-mönnum að ná að halda út alveg. Þeir voru óvenju stabílir núna. Já, þetta var eitthvað. Þetta sjáu þetta einmitt, bara mjög skýrt. Káa kemst þarna í 5-3 og eftir það Hamar nær að jafna 1 sinni en komast ekki lengra það og frábær endarsprettur. Já. Og já, hérna var, eins og ég segi, í fyrirleiknum þá var Hávarnin með Matteo svolítið í vasanum og búið að vera svona kaflar í dag sem Matteo er búið að vera að ströggla en sá steig upp þegar mest á reyndi. Já, akkurat. Já, kíkjum á stigaskorið, sjáum að Matteo skorar hérna 5 stig í þessari 4. hrinu, er orðinn stigastur Káa með 18 stig. Óskar kom með 15, Petro 9, Strafko 8, Hermann Bíring 5 og Gísli Marteinn er komið með 4 stig. Já, gesturinn fær Tomek Leik, stigastur með 17 stig, Rafael 14, Hafsteinn Valdimarsson 13, Tamas Kapósi með 9, Kristján Valdimarsson með 8 og Damian Sapor er með 4. Sjá, kíkjum á tölfræðina í 4. hrinu, 25-20 sigur Káa sem þýðir það að við erum að fara í 8 hrinu að sjálfsögðu var ekki annað hægt. Þessi lið er að mætast hérna. Káa skorar 11 stig úr smössum gegn 13. Sjáum það er ansi vel gert hjá Hamarsmönnum að skora 20 stig og það er 13 úr smössum. Já. Það er það. Eins var aðeins 1 ás, hann var Káa megin, 2 laumur að Káa 1 hjá gestunum. Þarna eins var fyrsta reyna sem við sjáum tiltölulega lítið blokkir, það var bara 1 blokkstig á hvort lið. Já, ég held að það var ekki endilega lítið blokkir en það var mun meira cover þannig að það var ekki beint í gólf. Já, og það er kannski stærsti munurinn á því að Káan er að snúa þessu sér í vil að hérna loka á þessi hreinu blokkstig. Já. En já, sjáum hérna 25-23 sigur Káa í fyrstu raunu, Hamar svarar með 23-25 sigri á móti. Svo
Svo tóku þeir 1925 en K.A. svara það 25-20. Við erum að fara í Odda-hrinu. Odda-hrina fyrir það sem ekki vita aðeins upp í 15. Þá ég var alveg til að þessi Odda-hrina var upp í 25. Já, það var nú bara mjög mikil skemmtun. Það áfram. K.A. verður að vinna leikinn til þess að knýja fram Odda-leik í einvíginu. Taki Hamar þessar Odda-hrinu, þá erum við hér í K.A. komin í sumarfrí. Allavega kalla megin. Já. Stelpurnar spila morgun á Húsavík. En þetta fara að staðina á okkur. Matteo með vörnina. Gefur svo Petro af hávörninni og skorar. Vel gert. Virkilega vel gert. Já. Mér var það svo greinilega. Matteo aðeins að gera grín af vörninni sinni. Já, hann má eiga það að hann hefur húmor fyrir hvað hann er hálfspastískur. Það voða fínt. Alltaf að vera meðvitaður. Það voðalega mýr kostur. Já, fín móttaka og svo kemur Tómek leik af hávörninni og enn Matteo að verja. Það við allavega. Ásetur Petro boltan fullinnaðarlega. Já. Staðan á 1-1 hér í Odda-hrinunni. Rosalega mikilvægt að missa ekki andstæðinginn of langt frá sér í Odda-hrinu til þess að fljóta að líða. Já, það voða hættulegt að gera það. Enn Matteo að standa fyrir sínu. Kemur Petro, bokkaður. Ég veit ekki alveg hvað Gísli var að bíða eftir hérna. Stóð sem þið gerir hana. Þetta vissulega gerist hratt. En já, enn blokkinu á Hafsteini. Og á Matteo nær ekki að stýra þessum betur. En þeir voru ansið margir á þessu svæði, kannski óvissa hver ætti að taka hann. Já. Hann var komið 3 stig í röð, þá gerir K.A. breytingu og fær Birki Frey í afturlínuna. Já, ég held sér fínt að gera strax bara breytinguna svo að Hamarsmenn komist ekki of langt fram úr. Já, sammála því. Og eins og sagði Ráðan líka, gott að hvíla Matteo í móttökunni. Já, akkurat. Já, vel gert. Lífsnauðsynlegt stig frá Óskari. Já. Þetta sjáðu það, þeir hafa verið að leita að Matteo í uppgjöfunu sínum. Núna engin Matteo til að taka móti. Þá enda boltinn beint á Matteus og það yfirleitt ávísun á góða móttöku. Akkurat. Gísli Marteinn fyrir K.A. Setur hann í netið. Sjáum það. Hann var ekki klikkað á uppgjafir hún í smá tíma. Enga stiði með 14 klikkaður uppgjafir í heildina. Og bras á Birki þarna og þessi bolti við það að fara í netið. Sleppur með það og þessi líka. Kemur boltinn hérna á kantinn og nei, hann er enginn að berga þessu. Já. Já, þetta ekki alveg byrjun sem við vildum fá hjá K.A. Nei, þeir þurfa aðeins að fara að losa núna. Þeir hleypa þeim mikið á langt fram úr. Já, svo þetta Tómek leik setur boltan aftur á Birki. Birki var í smá vandræðum með síta bolta. Já, gerir það. Núna er Birki með allt á hreinu. Og svo kemur Matteo. Hann að klára þetta. Þetta hefur kannski verið þetta besta ráði hjá K.A. Það að nota afturinu boltana. Þeir eru vandræð með að blokka þá. Já, það er hárrétt. Það kemur Stravko. Fýtt bolti en móttökan góð. Og Petro
komum við vandræðanir hérna og ekkert töss þarna. Ok. Hamarsmenn eru brjálar, ég hins vegar sá enga snertingu. Nei, ég bara sá ekki neitt eiginlega. Þetta var svolítið blindi sjónarhorni hjá mér. Já, nei, hann ítur hann fram í hárninni, þetta er hárrétt hjá Sævari. Hann er að íta hann það utalega, það meikar fullkomið sens hvernig boltinn endar. Já, allavega segir líka línuvörðurinn að þetta hafi bara verið úti og hún er í beinni línu við þetta, þannig að við bara treystum þeim. Já, og svona miðað við Látbragðið og Hafsteri þá er spurning hvort hann hafi ekki verið heppinn að sleppa við spjald þarna. Já, það er endur árið. En eins og svo sem skipta spjöldir kannski ekki rosalega miklu máli. Nei, en þú veist, það er kannski fínt að fá viðvörun af því að þá þarf maður að passa sig aðeins meira. Já. En byrjuðu guldspjald á Petró sýnist mér. Já. Örugglega eitthvað bara að tala við hinn eða eitthvað, ég veit ekki. Já. Þá finnst mér ennþá meira fyrir þetta að það ekki spjald. Já, ég er alveg saman með því. En nei, mér fannst þessi bolti alltaf bara beint út. Já. Og reynir nú að vera hlutlaus. Já, maður reynir það. En jæja, þá höldum við áfram. Brasa móttökunni hjá þeim og þessi bolti. Já, þetta var töts, ég sá töts þarna. Já, ég held að hann klálega að fara í Petró þarna. Já. Ég veit ekki allir sáttir, Káabó fæsti og hann var líka. Akkurat. Æja, 6-4 hér í Oddarinu. Já, stundum að taka Óskar fær hann aftur og hann var... Þrumar með háurðan út. Og ég skil ekki hvað er að kvarta yfir hérna. Hann auðvitað bara leitar að touchinu. Nei, sko, ég held að það hafi alveg bara verið að kvarta yfir einhverju, þú veist, að fagna framan í eitthvað. En ég sá ekki einu svona Óskar eitthvað að horfa það lengi á hann. Nei, mér varst til að Óskar eða strax hlupið burtu til þess að fagna. Já, ég held það nefnilega. En hinn var, Thomas var ekki allavega að horfa í burtu. Ég held svolítið sé að leita að einhverju líka. Já. En skiljanlega mikið hiti í leiknum, það er Oddarinna og staðan mjög jöfn þannig að... Já, ég er þetta þekkið á Hafstein og Kristján alveg býsna vel. Já. Og ég vikina að ég hef haft mjög gaman að íta aðeins í það þegar það er spenna í gangi. Já. Þarna er... Þeir voru hvorir. Það heldur líka að boltinn var að skrúast yfir, svo var ekki. Hermann hefur eitthvað snúið sig eða eitthvað. Já. Lendir svona aftarlega á hælnum, sýndist mér. Þá skreikar hann aðeins fótur í lendingunni. Já. En sýnist hann ætla að það væri svolítið vont fyrir K.A. ef að Hermann myndi fara með þess núna. Já. En það væri heldur brött brekka. Hann ætlar að halda áfram, stígur aðeins í hælinn. Og við þurfum að hæla honum fyrir það að halda áfram. Já. Æja, 7-5 og Rafal í uppgjöfinni. Æja, erfið bolti Strafko. Strafko gerir mjög vel og Petra skorar. Það ekki verið að vera dásta þessum bolta frá Strafko. Já, mjög vel bjargað hann mjög nálægt netinu. Já, það er ofta alveg magna hvað því að uppspyrrarnir geti beitt ykkur til þess að fara ekki í net. Já. Æja. Já, heyrðu! Hann náði ekki að stýra. Það var kannski ekki draumurinn hjá K.A.-liðinu að það væri miðja sem var að sjá þessa vörn. Nei, kannski ekki. En já, boltinn af Gísla og út þarna og Hamar leiðir því 6-8 og eins og ég segi Oddarinn er upp í 15, þannig að þegar annar liðið kom upp í 8 þá skiptaði vallarhelming og svo sem veit ég ekki tölfræðina en ég held að sé að ansi algengt að liðið sem er yfir þegar snúningurinn er tekinn, það sé liðið sem klárar þetta en Já,
það er samt bara 2 stig. Já, það er bara 2 stig, sko. Það er ágætt. Ég er að reyna að búa til jinx hérna, sko. Já, það er flott. Boltinn upp á Matti og Matti á í Hávardin út. Það er bara að finna lausnina. Já. 20 stig hjá Matti og 19 smarstig, 1 lauma. Það kemur Tómik leik og hann leikur sér að mönnum hann vel sleið hjá honum. Hann er komið 18 stig, hann og Matteo stigaðistir í sikru liðinu. Hávardin svo sem alveg fín að káa en Tómik bara gerir vel. Já. Boltinn upp á Matteo, já. Þarna var afturinn bara að bíða eftir því að hann myndi slá auðvitaðlega í Hávardina. Þá sló hann inn á völl. Já. Og það var bara 1 stig sem skilur að liðin. Já. Þetta heldur áfram. Aftur er Matteo að taka þennan skrúfubolta á stuttan. Já, þetta er dýrt en það er svona ennþá nóg eftir af þessu. Það þarf að fara til 15. Já. Nema munurinn sé bara 1 stig, þá höldum við áfram að vinna með 2. Jú. Þú svo sem þekkir það, Jóna. Þetta ekki vel mann en... Það ná að lesa þetta. Já, Damian Sapor gerir mjög vel. Sniðasta mómenti kannski. Já, og svo kemur Matti og þarna náður Hávardinni Hafsteinn. Ég hefði haldið að Strafko hefði bara laumað aftur hana. Já. Það var ekki ólíkt honum. Á reyndar held ég að Matteo hefði sagt eitthvað eða það ekki gengið upp. Þú kannski kannast við það að Matteo hafi eitthvað... Já, mögulega. Já. Aðeins. Þið látið heyra það fyrir... Já, fyrir óskynsamlegar ákvarðanir. Samt að reynda manninn ekki eftir mörgum laumum sem gengur ekki upp hjá þér, Jónar mín. Nei. Það er nú annar mál. Og það er þetta mjög jákvæmt. Mér finnst Amelia búin að vera komin í það sjálfstraut núna í uppspilinu kvennaliðina. Hún er byrjað að lauma líka nú. Já, hún er geggjuð sko. Hún er stansið sjúklega vel í vetur. Já, bara algjörlega. Og stór skref að fara úr því að vera í svona aukahlutverki sem uppspilari í að vera aðal uppspilari. Já, klárlega. Þannig að, ég sem áhugaður laumur mjög ánægður það að hún sé farin að bæta því í Vottabúri. Hún er nefnilega talsvert lúmsk í laumunum sko. Sem er lykilatriði. Já, það er það. Já, áfram gakk hérna. Kemur Strafko, boltinn upp á Óskar þrumar þessu bolta. Hann sleikir línuna. Hann er dæmdur inni. Mér fannst að sleika línuna. Ég sá ekki. En þetta var virkilega mikilvægt stig fyrir Káa. Heldur betur. Þeir hefðu mist á aðeins svo langt fram úr sér hefðu þeir ekki fengið þetta stig. Já, en mér fannst þessi bolti vera inni en hann Tamas stóð eiginlega akkurat þessi bolti lendi þannig að við sáum ekki alveg nógu vel í endursýningunni. Kemur Tómik leik, hann er blokkaður. Og þeir ná að halda sér á lífi. Já, skilja boltan yfir. Strafko. Óskar að Hávardinni. Vel gert. Aftur risastig fyrir Káa. Áhvert þarna líka sem að Matteo kallar á boltan og menn greinilega ætluðu sér að blokka hann. Já, svo kemur Óskar. Akkurat. Vel gert hjá Strafko. Já. Æja, 10-11. Þessi leikur verði bara opinn allar sólarhringinn, það er spurning. Móttakan góð hjá gestunum, kemur Tómik leik og Já, þetta var heldur bratt fyrir Gísla þarna. Já. Það er lítið eftir að gera þessum. Þetta er virkilega vel gert, hann er enn og aftur að stökkva hæðsina. Ótrúlega hvað hann getur stokkið. Og sérstaklega þegar það þýkur í hann.
Matthías með móttökuna, boltinn er upp á Pedro blokkaðu boltinn inn í leik og hérna fyrir Hermann í... Hermann fyrir aðeins í neti, já. Þetta var svolítið dýrstig. En Hermann til varnar, þá ætlaði þessi bolti ofan í netinu. Þetta var rosa krefjandi bolti, sko. Þetta var bara... En breytir því ekki, þetta var stór stig fyrir Hamar sem leiðir núna 13-10. Já. Og Júlía tekur leikhlé. Gleymum við ekki líka að Tomek Leik er í uppgjöf fyrir gestin og hann getur heldur betur haldið pressu með sínum uppgjöfum. Þannig að nú var ég alveg til í eitt þjálfarastig. Já, sammála. Já, annars sýnist mér Jón að það séu mjög margir Spánverjar að horfa. Það spurning hvort að þú skiptir kannski bara yfir í spænskuna. Ég held að það sé eina vitið. Já. Það er alltaf Vamos mikið kommenta. En fylgir ekki með hvort að sé Káa að Hamar sem það sé Vamosin. Það er líklegast Káa. Það er ekki margir Spánverjar í Hamarsliðinu. Nei. Það er aðalega held ég Pólverjar eða eitthvað. Þannig er uppgjöfin góð og kemur Pedro á hárninni og skorar. Já. Virkilega mikilvægt hérna. Já, sjáum við aftur hérna. Og eins og það verið að gera leita að Matteo, en Matteo ekki neinu vandræðum með þessa móttöku ætla að segja. Og Pedro með sitt 12. stig. Á með 2 stig eftir þessi tvær hérna hrinnunar. Fínt svar hjá honum. Já. Stravko upp á Matteo skorar. Já. Það er alltaf að gaman hjá þeim, það er það sem skiptir máli. Já, ég ætla að vona að skipta eitthvað meira máli fyrir bara að hafa gaman. Já, en þá gengur yfirleitt miklu betur ef það er gaman. Já, það er ekki spurning. Og hérna eru þeir að hóta ás, nei, frábær björgun í Hamarsmönnum. Stravko setur þá á Pedro skorar! Stravko á eiginlega þetta stig, það verður eiginlega sér. Hann dreif sér svo mikið að taka uppgjöfuna þannig að þeir voru eiginlega bara ekki eins og tilbúinir að taka móti. Já. Bara flautar og bara eiginlega byrjaðar að hoppa. Algjörlega. Og þeir náðu í jafna. Þetta er nú meira. Já, þá tekur Tamas Kaposi leikli fyrir Hamar í stundu 13-13. Já, hérna hér. Ég ætla bara að vona að vera blagsins vegna á Íslandi að við fáum 8 leiki í þetta magnaða einvígi. Já. Það er búið að vera stígandi í Káa núna síðustu mánuði. Já, klárlega. Og sko, ég vissi við ekki, ég þekki ekki alveg standið á afturhaldingu akkurat núna, en ég finnst eða þessi 2 lið vera bestur í landsins þessa myndir. Já, sko, ég held að afturhalding sé voðalega líki Káa með það að þeir geta spilað rosalega vel, en þeir geta líka verið svolítið niður líka. Já. Þannig að, já. Einmitt. Leiklið er búið, kemur Stravko Kamenov. Engin mistök hjá honum. Svo kemur hörkuboltið, bjarga þessu! Já. Já, ok. Þeir snertu þarna. Já. Báður. Það er rétt. Já. Það mátti reyna. 4 hérna, já. Því það að Hamar getur klárað þetta og það er svo mikið spenna að mennir eru búin að gleyma hvað er að staðsettir. Það er komið að Hafsteini. Hamar þarf 1 stig, annars er Káa að knýja fram upphækkun. Hvað gerir Hafsteinn Valdimarsson? Matthías með móttökuna, boltinn er upp á Óskar, blokkaður út! Vá, ég get eiginlega ekki að horfa lengur, sko. Sjáum þetta aftur hérna, Matthías með fína móttöku og svo kemur Óskar í hártuna út. Nú held ég að það séu svona 95% líkur að boltinn fara á Matteo. Fyrst hann er komin í framlínu. Mér finnst það að vera meira en hvað það. En reyndar þá hafa svona 7 stig verið að virka með því að setja boltan á aðra. En það kemur með eins og Matteo. Óskar mættur undir. Kemur Matteo aftur af hártinni og þeir ná að redda þessu.
Æja, Stravko upp á Matteo, sjokker af hávörðinni. Og kemur Matteo. Og hann nýtir þessu touch. Það er touch, já. Já, Ástri stertir hann, já. Já, ég ætla að hafa því svona ágætlega rétt fyrir mér. Hvað var það, 5 boltar í röð á Matteo eða? Já, allavega það. Það var nú ekki nema von að ná að klára 1. Skyndilega Káa kom í 15-14, þá tekur Hamar seinna leiklið Ekki skrítið að standa á öndinni hann inn á núna. Já, þetta er heldur betur búið að standa undir því að vera stórkostlegu leikur. Ég vil þakka snillingum í stefnu aftur fyrir að bjóða upp á hennar leik í beinni á Káa TV hérna. Já, það er geggjað að ná að vera með þessa leiki í úrslitakeppninni í beinni fyrir fólk. Bara frábært að fólk geti fengið að horfa á svona leiki. Já, og hlusta á okkur. Og hlusta á okkur. Æja, nú er skyndilega búið að snúast algjörlega við. Nú er pressan öll á Hamarsmönnum. Þeir verða ná móttöku. Svo í kjölfarið var líklegast að þurfa að verjast Matteo. Já. Kemur Óskar. Já, hann fyrir örgu bara yfir. Já, og svo kemur áhvern fín. Óskar verst þessu. Erfið bolti frá Matteo sem fer í tjaldið. Og það þýðir það við höfum aftur í upphækkun. 15-15. Já, þetta er svekkjandi því að það var ekki tilgangur að segja bolta svona hátt upp. Nei, mitt. En það er svona auðvitað að segja það henni upp í stúku. Kemur Petro. Þessi var leiðin út en hann tekur hann tóma gleik. Og í kjölfarið skorar Rafal með því að setja boltan í hávörðinu út. Og nú eru Hamar í lykilstöðu. Eða kjöristöðu. Eins og einhver myndi að segja í Hveragerði. Já. Rafal Bervald fyrir gestina. Matteo í móttökuna, Stravko upp á Matteo af hávörðinni og þeir eru upp á brasi. Þeir ná að redda þessu, skila hann yfir. Káa í séns, fyrir á Matteo, ótrúlega satt og Matteo skorar. Yes! Ég skil ekki að við vorum ekki komið til 6 í hávörðina á móti Matteo þarna. Aftur er upphækkun. Þá er Hermann Bíring í uppgjöf fyrir Káa. Hann fer í strengjum tilbaka. Hamar aftur í lykilstöðu hérna. Stemningin í húsinu er frábær. Já, hún er mjög góð. Já, móttakan hjá Matteo. Matteo kemur svo sjálfur og Matteo skorar. Hann stígur ekki feilspor núna. Hann er komið 7 stig bara í oddahreinunni. Vá, það er reynda rosalegt. Já, þráttur að fylgst með þessu gæði nokkur árunni í Káabununum. Hann kemur með reglulega óvart. Já, ég er alveg saman því. Tómi Gleikurinn að lauma og hann nær þessu. Enn kemur hann óvart. Nú er sensin á gestunum aftur. Boltinn á Rafal. Hann setur hann út. Káa leiðir 18-17. Ég er bara byrjað að fá hjartatruflanir. Þetta er ekki alveg fyrir mig. Já, þú ert svona rólegri þá ertu sjálfinn á vellinum. Já, það er talsvert. Maður verður talsvert rólegri, það er eiginlega ótrúlega sagt. Já, þegar maður hefur eitthvað aðeins um hlutin að segja. Já, akkurat. Æja, Petro, en móttakan góð hjá gesturinn. Nú kemur alveg svar, Rafal af netinu. Matteo með vörð, kemur þá Matteo hinum við, hann laumar og þeir eru í vandræðum. Hann fer í svar yfir. Guð mig góður, kemur Matteo aftur. Matteo af hávörðinni. Og kemur Tómi Gleik, hann svarar. Hann fagnar ekki neitt, hann er bara létt.
Já, þeir eru gráðinu of þreyttir til að fagna, sko. Hörkuleikur líka, Tomek leik, komið 20 stig en vá hvað Kári nálægt í að klára þegar boltinn snýr svona af strengnum rétt yfir. Og við erum að fara í enn eina uppækununa, 18-18. Þá er það Kristján Valdimarsson sem tekur uppgjörn fyrir Hamar. Já, þá er komið að Ká að vera óvissu með sína uppstillingu. Já, kemur Kristján. Fín uppgjöfun. Já, svo kemur Matti og erfið boltið Matti og Óskar með alvöru björgun. En sjáu þið blokkina! Þarna minnir hann aftur á sig. Maður var alltaf að sjá Gísla í spöndu tíma. Þetta var rosalega góð tímasetning til að láta minna á sig. Já, heldur betur. Heldur Hafstein í gíslingu þarna og kemur Káa í 19-18. Kemur Tomek leik út! Stegin er inni, hann var inni. Hann datt á línuna hana, þetta er rétt. En er Tomek leik að halda hamar inn í þessu, þetta er inni. (19-19) Það er nú eitthvað að hæsta stigaskorið yrði í Oddaheiðinni. Já, það var eitthvað. Æja, gefum boltinn á Óskar. Helgert pressi var inni, jú. Það var alveg bara í bláhornin. Ég sé ekki alveg hvað þetta bláa horn er á þessum gula velli reyndar. Nei, það er reyndar hárrétt. En vissulega, frábælega gert í Óskari og Íslega bara vel gert hérna að vera klár því ég var svo viss að boltinn myndi fara Matteo. Já, líka, ég finnst bara virkilega vel gert að hafa verið svona aggressív í þessari uppækju. Það var þora að slá svona fast. Æja, Gísli Marteinn fyrir Káa. Káa aftur, hér er stuð að geta klárað þetta. Æja, setur hann boltan út. Gísli er maður fólksins, hann veit að við viljum meira blak. Já. Og hann hendur þessum út, bara fyrir okkur. Káa klikkað á 4 uppgjöfum í þessari Oddahreinu, Hamar Engri. Það er dýrt. Já, við varum búin að klára þetta annars. Já. Kemur Tomek leik, hann er svona alltaf að missa hann úr framlínunni. Þessi bolti skoppar á netinu. Já, vel gert. Óskar setur hann yfir. Tæpur á, skorað þarna. Og svo klikkar Rafal. Já, Káa 21, Hamar 20 í Oddahreinu, bara til að minna á það. Já, bara til að minna á það. Þá kemur Stravko Kaminov fyrir Káa. Stravko. Fítbolti hjá honum eins og mjög góð móttaka. Og Rafal setur hann út! Hann er úti! Káa klárar þetta! Þetta var nú meiri leikurinn, maður. Ótrúlegu leikur og ég þakka blak Guðunum fyrir það að við fáum 8 leiki þetta í við. Það er eins gott að það verði svona. Svona spennandi og skemmtilegur. Já, þetta er búið að vera algjör veisla. Gleymið ekki að Káa lendi 2-1 undir en enn og aftur sýnast þessi alvöru karakter og koma tilbaka. Já, þeir voru líka að tapa í Oddahreinu 13-10. Já, einmitt. Það er alveg mikill karakter að ná að svara fyrir sig. Heldur betur. Já, hér ég bara, eins og segja aftur, bara frábært fyrir okkur í blakhreyfingunni að fá annan leik hjá þessum liðum. Já. Hamarsmenn eðlilega súrir en það geti allavega verið ánægð með það að við fá allavega heimaleik. Já, það er ákveðin kostur. En gleymið því ekki að einmitt í þessu úrslita einvígi þessara liða í fyrra þá var einmitt leikur 3 í Hveragerði sem að snýri þessu við og Káa vann hann. Já, það er rétt. En núna þarf hins að bara vinna 2 leiki þannig að það eru bara nóg að klára næsta leik. Akkurat.
En já, hérna hér, þetta var með magnari bara leikir sem ég sér. Og svona eiginlega jafnvel nær að toppa bikarleikinn. Já, eiginlega. Þetta var 22-20 í Oddahrinu eru ótrúlega tölur. Já, það er bara svakalegt. Já, ég bara, maður reynda hans að ná sér. Sjáum hvernig þetta spilaðist. Hamarsmenn voru í góðri stöðu og með frumkvæði þetta lengi vel í Oddahrínunni. En svo nær Káa hérna að breyta stöðunni úr 10-13 í 15-14 sér í vil. En síðan jafnt á öllum tölum. Eðlilega enda voru við uppækun. Ekki alltaf mjög gálega sem að leta út að segja þetta. Nei, en það er bara þannig. kíkjum á stigaskorunina. Matti á stigastur með Káa með 25 stig, þar 7 í Oddahreinunni. Það er hans stigahesta hreina. Já. Hún endar enda svo sem í 22 stigum, en það var kannski bara svipur lengt eins og venjuleg hreinar endar. Jú. Óskar með 21 stig, Petur á 13, Strafkó 8, Hermann og Gísli báðir 5 stig. Hjá gesturum Tomek Leik átti frábæran leik, 21 stig. En það var bara ekki nóg. Rafael Bervald með 17, Hafstedt 15, Tamas Kaposi 11, Kristján Valdimarsson 8, Damian Sapor með 5 stig. Kíkjum ástuð á tölfræðina í Oddahreinunni. 22-20, ótrúlega tölur í Oddahrinu. En sjáu þið, Káa skora 22 stig og það var 17 úr smössum. Já, það er ég held ég hef aldrei séð svona hátt hlutfall. 77% af stigunum eru þó úr smössum. Já. Já. Og já, á þessum hinnum 5 stigum þá er sem sé eitt var blokk og 4 mistök hjá gestunum. Þar af síðustu 2 stigin. Já. Það voru heldur fyrir tíminn til þess að klikka. Já. En já, eins og við höfum því ennþá reyna í okkur aðeins hérna, en Jóna, við höldum áfram að fylgjast með blakinu hérna. Já. Við vísum ekki leikina morgun í beinni, það er BDI sem séum það. Já. Völsungur Káa, annar leikur liðana kvennamegin. Káa í góðri stöðu eftir sigur hér í Káamilinu á föstudaginn. En ég reikna með að þú ætlar að fylgjast með þínum konum. Já, klárlega. Ekki spurning. Og svo, já, bara minnum á að við ætlum að fylgjast áfram vel með alla heimaleikjum Káa hér sem eftir er á úrslitakeppninni. Hvort sem við fáum fleiri leiki karlamenn en ekki, það kemur í ljós í Hveragerði á næstu dögum. En stelpurnar vonandi, það er allavega einn leik eftir. Já, allavega einn leik. En já, annars Jóna, bara vil ég þakka kærlega fyrir samfylgdina. Takk sem það var frábært að fá þig og já, við bara þakkum fyrir okkur. Já. Bless. Bless.